Ágætu búgreinaþingar fulltrúar. Velkomin á þetta fyrsta búgreinaþing sem við skógarbændur höldum hér. Hér dagskráin eins og hún lítur út hjá okkur í dag. En við áætlum að hér verði lokið fundi klukkan 5. Eins og við heyrðum áðan, við vissum ekki það er eitthvað samsæti klukkan 5 hér fyrir alla þingfulltrúa. Þannig að við reynum að stefna því að vera búin að ljúka því. En þetta náttúrulega tímamót í okkar sögu okkar skógarbænda að vera komin hér inn í samverð inn í bændasamtökin. Við hefðum kannski viljað vera örlítið fleiri, en svona skulum við byrja. Það er ekki, við komumstum ekki lengur í þessu fyrsta áhlaupi okkar. En ég ætla nú bara að biðja Guðmund Sigurðsson að taka hér við stjórninni. Það verður fundarstjóri og Hlynur Sigurðsson, starfsmaður bændasamtakanna, ætlar að reyta fundargerð og það er ekkert í boði að það verður einn annar. En þá byrja ég bara kort með samþykki Guðmund til okkar fulltrúar sem er sem fundarstjóri. Þá byrja ég bara Guðmund að taka við því að nú hefur hann aðeins það vald í sér. Já, góða fundarmenn, ég vil þakka þetta traust sem er treyst fyrir að stjórna þessu fundi og vona að það gangi vel. Ég er búinn að vera með hálsbólgu, þannig kannski það er að ræska með dálítið. En þetta er eins og Jóhann Gísli sagði að tímamóta fundur í rauninni. Nú erum við komin að inn í samtökin, bændasamtökin, og ég vona að það verður ákveðið gott skref sem við tókum í haust að ákveða þetta að vera með í þessum heildarsamtökum og við munum eiga gott samstarf innan bændasamtakana. En við skulum snúa okkur að dagskrá fundarins. Þá komið að skýrslu stjórnar búgreinadeildar og góðefnisgrúin. Það er væntanlega Jóhann Gísli sem sér að það er ekki rétt. Það er nú farin alltaf, hann að gera eitthvað líka. Það var sér lægur. Það var að setja. Takk fyrir þetta Guðmundur. Ég ætla að byrja hérna á einu sem er á þessu þingi átt að vera aðalfundur Landssambands skógareigenda, gamla félagsins. En sögum smá villu í boðun, þá verður ekki hægt að halda hér vegna sem það er ekki boðaður. Þannig að við höfum ákveðið að stjórn LSI ákvað að fresta aðalfundi. Við vorum að reynda að tala að fresta honum fram á haust, en ég hefði viljað halda hann, þannig að hann verði haldinn örlítið fyrr og hann verði á Teams og stjórnir félagana sem gamlu félagana okkar sem voru í LSI verði þar boðaðar á þann fund. Þetta eru smá samskiptabreytingar sem við þurfum að laga sem að fóru í gegnum aðalfundinn hjá okkur fyrra en er bara ekki að sluppa í gegn á þess að við raun og veru tækjum eftir því að það er feitt í þeim samþykktum. Þannig að bara til þess að skýra það út fyrir okkur þá lítur það út þannig eins og búgreinadeildin hérna eigi LSI eða sé bara þessir aðilar og í raun og veru bændasamtökin eigi þá orðið LSI. Þannig að við viljum breyta því með þessu og þannig að allir nýjir félagar sem kom inn í félögin þeir verða líka eigendur af LSI. Það er svona grunnurinn af þessu sem við þurfum að breyta og sko LSI álíka Kolvinsbrúna og hérna þar er það sem við viljum að allir skógarbændur fá að njóta þess ágóða sem verður að henni vonandi ef vel tekst til. Þannig að það verður aldrei tap á henni vonandi en við þurfum allavega að vonast til þess að það gangi eftir að hún eflist. Ég fer í það nánar eftir. Veistu hvað ég sé þessa glæri? Get ekki ítt þessu? Ég er út úr jólum. Heyrðu, þá tökum við til með, já, þetta er náttúrulega fyrsta búgreinaþingið og það er að setjast þetta.
Já, bæði sitja og horfa. Jæja, spænilega að byrja. Heyrðu, hér þessi stjórn var kosin á þetta gamla stjórn sem satt áfram að þessu þingi, var ákveðið á aðalfundinum að hún sæti fram að þessu þingi og því kannist nú við þessi andlit heldur, þannig að þessa þau. En við erum búin að halda 10 stjórnarfundi á þessu síðan á LSE-fundinum sem var í maí og þegar ég geta lesið allar þessar fundargerðir sem voru aflað. Hvað? Ég hjá mér eru vestur, norðvestur og vesturfirðir. Já. Það slæðist alltaf með. Já. Hvernig á að vera að tala með þessu? Það hefur verið haldið einn samráðsfundur með skógræktinni sem kallaður og átt að vera annar núna í febrúar, hann hefur ekki verið boðaður og ekki verið haldið. Þannig að það eitthvað sem við þurfum aðeins að endurskoða, það þessir samráðsfundir með skógræktinni. Það náttúrulega ekki í lögum þessum okkar að við eigum að funda með þeim, þannig að við þurfum aðeins að fara yfir það betur. Við skulum halda áfram. Hér eru svona verkefnin sem hafa verið á þessu ári frá aðalfundinu sem var í maí og þessi sameining við LSE við BI búin að taka ansi mikinn tíma og við marga fundi og mikið talað og prófað þessi aðferð og hina aðferðin. Endanum var þetta niðurstaðan að við gengum hér inn og þið munu sjá hér samþykktirnar á eftir sem eru fyrir þessa búgreindardeild. Við þurfum að samþykkja þær hér á eftir. Félagarnir sem við héldum að yrðu 400-500, þeir eru 149 áramót og það má kannski segja það að það svolítið vonbrigði að ekki betur tókst til en þar eru margt sem spilar inn í að margir sem voru meira segja félagar í bændasamtökum Íslands áður, þeir fögnuðu það ekki að þeir ættu að merkja við skógrækt inn í þessu þegar þeir gengu inn aftur eða við þurftum að ganga allir inn rafrænt aftur. En á þessu voru allskyns svona, ég vil segja margt svona hnökrar sem ekki var hægt að laga. Þannig að til dæmis að ég gengið inn eða skráði okkur inn og skráði við sem kúabónda og skógabónda og þá fluttu inn með mér ungu hjónin sem voru líka aðbúin. Þannig að þau þurfti ekki að skrá sig. Þannig að það svona, það voru ýmsir svona hnökrar á þessu sem ég held að mann tókst ekki að laga. Hér nú einn stjórnarmaður og ég margt búin að segja þetta. Þetta var ekki nógu gott og það eru margir inn í bændasamtökum Íslands, bæði kúabændur og hinu ýmsu kúagreinum sem voru skógabændur en föttuðu ekki að skrá sig þannig. Þannig að þetta eitthvað sem við þurfum að laga og bara heilmikil vinna. Ásamt því að við þurfum að ný stjórn þessari búgreina deildar, hún þarf að vinna þétt með stjórnum gömlu félagana af því að fjölga fulltrúum hér inn og gera þetta einfaldlega af miklu öflugri samtökum hér inni. Það horft til okkar frá öðrum greinum og menn séu svona margir á móti trjárækt og allt það, þá eru alltaf fleiri og fleiri sem að líta til þess að þetta grein sem vaxandi. Það við þurfum að setja okkur eitthvað svona framtíðarsýn, meðal annars líka, vita hvað við viljum gera, hvert við ætlum að fara og hvar við staðsetjum okkur í þessum samtökum. Hlynur hefur unnið mikið að viðarstöðlum með nefnd sem var skipuð og við
vorum nú að skrifa undir meðal annars núna samstarf í skógræktina, Skógræktarfélag Íslands og svo man ég ekki hvað félagi heitir. Eiríkur Þorsteinsson. Já, Eiríkur Þorsteinsson, það nú samt eitthvað félag. Og þar er verið að svona fara í grunnverkefni og Hlynur og Eiríkur að vinna svona skýrslu þar. Trépróx verkefni sem að Björn var með í höndunum og í gangi bara og bara verið að það hefur náttúrulega legið svolítið niður út af ýmsu eins og menn segja í dag, má ekki nefna. Þannig að það er í fullum gangi, fer vorandi í fullan gang núna bara þegar menn fara þessar afléttingar. Það komið í fullan gang, flott. Ok, það er bara gott að það er komið á stað. Þarna er Kolumnsbrúin, ég ætla aðeins að fara í hana aðlítið seinna, en svo er það skógabóti.is, það er náttúrulega heimasíðan okkar. Hún færist núna inn á vef Bændasamtakanna og verður þar inni áfram. Ég veit ekki annað en að það sé orðið klappið. Nei, það er eitthvað bið á því. Það er eitthvað bið á því. Ég gruna það. Það er kannski svolítið vandamál með þessar vefsíður allir. Hún verður áfram okkar í bíl hérna það. Já. Við munum uppfæra þessast Hlynur uppfæra hann á. Hann starfsmaður okkar inn í Bændasamtakanum og er borgaður af þeim. Þannig að við erum ekki að leggja fé nema félagsgjöldin okkar náttúrulega sem eru ræðilega lítil. Því ég held að það séu 350 og eitthvað þúsund sem að kemur inn í Bændasamtökin gegnum félagsgjöld. Hérna frá skógræktinni. Já. Við erum ekki nema, það er ekki nema, ef ég man rétt, þá voru 39 skógabændur sem eru bara skógabændur í Bændasamtökunum og síðan það eru 43 sem teljast vera 100% skógabændur. Þannig að það er af þessum 149 sem inni, sem þýðir það að einhverjir að skrá sig inn á 1% eða 2% eða 10% sem magnast svo þarna upp í þetta. Þannig að þú sér að það er ansi margir sem eru á litlu prósent inni. Þannig að ég var reynd að hlæja því sjálfur að ég held ég hefði sett mig í 10%, ég hef enga tekjur og skógrækt nema í gegnum þetta félagsstarf sem ég er í, kannski, það var vel borgað. Þannig að það myndi þá nema sem sagt að minni veltu 5-6 milljónir af þessum. Þannig að það þyrfti að fá minn til þess að vera örlítið meira vakandi yfir því að kannski, af því það er enginn að tékka á þér hvað þú ert að velta í raun og veru, það er ekki tækt. Þetta er bara spurningin Bændasamtökin hafi ekki aðgang að neinu sem segir hvað þú veltir. Geta það ekki. Það er verið 43-100% skógabændur. Já. Eða það ekki að borga 15.000 kall? Já. 645.000 Ég að rugglaði var það 645.000. Það er ekki 300, það er ekki annars tala. Já, það er kannski, já, ok. Þarna lagaðist þetta er rétt rúmar 1 mánaðarlaun hjá starfsmanninum. Er það? Nei, hann er miklu hærra laun. Það má ekki gefa það heldur upp. Nei, en þetta er allavega ekki það sem við áttum von á að sjá. Við vildum vera þarna miklu öflugri í þessu, en það kemur. Við þurfum bara að sanna okkur. Kolefnisbrúin. Við varum að rúlla aðeins í gegnum hana. Já, ætlum við að stoppa seinna við hana. Já, fyrirgefðu. Já, farðu bara áfram. Hérna já, alveg rétt, ég hef búin að gleyma hvað þetta er margar glærur. Hérna tillögur sem voru samþykktar á þinginu í Borgarnesi. Það var náttúrulega tilkynning, tillögu sameininguna sem var samþykkt þar. Skipting fjármagnsins sem kemur til LSE sem voru 15 milljónir. Af einhverjum ástæðum fór það niður í 14 og það er nú gaman að segja að við stjórnarmanni við vorum ekki með vatnsalla á okkar samningum eins og allir aðrir. Þannig að það slapp nú einhvern veginn í gegn á þess og ég sakna þess verulega að mér fannst algjört tengslaleysi við okkur á þessum tímapunkti þegar var samið þetta.
bara svo það sé. Það var ekki, við fengum þetta bara allt í einu framan í okkur að þetta væri svona. Mér fannst það vanta þar örlítið að við hefðum, eins og var sagt við okkur í byrjun, alltaf þegar rættum ykkar mál, þá verður talað við ykkur. Þarna byrjuðum við á að njótum það að það var ekki alveg talað nógu mikið. Ég vona að það hef ekki bara verið talað við Hlyn þá og hann hafi bara ekki mistað fram hjá sér eitthvað. En allavega þá erum við með 14 milljónir í dag, þannig að það sé á hreinu. Fengum í fyrra 16 milljónir í gegnum þetta. Og þeir peningar eru núna eins og stendur eru þeir allir inn á reikningum Landssambands skógareigenda. Og því miður þá eru þau mistök að peningar sem hefðu þurft að færast yfir á Kolvinsbrúna þar sem hún átti að borga starfsmann í fyrra hjá bændasamtökunum. Það datt niður að færa þá fyrir áramót, en það er samþykkt fyrir því að færa þá, þannig að við erum búin að fá það að það er ekkert vandamál að gera það núna, en hefði betur verið gert fyrir áramót, þannig að reikningarnir hefði ekki staðið óhreyfðir eftir það. En inn á reikning LSE í dag eru 12 milljónir, sirkað. Af því hefðu þá átt að fara sirkað 8,5 yfir á Kolvinsbrúna til þess að greiða fyrir starfsmann sem átt að vera hjá bændasamtökunum. Og við áttum að greiða hluta í launum hennar, en við höfum neitað því að gera það vegna þess að hún var starfsmaður kúabænda líka og við fengum afskaplega litlar eftirtekjur af þeirri vinnu. Því miður, var hún pikkföst í að vinna fyrir kúabændur og við höfum komið því til skil að við séum ekki tilbúin að greiða hana pening og ætlum að reyna að standa við það, eða ég vona það verið gert. Þannig stendur það. Svo þarna þessar stjörnumerktur, ég ætla að fara í þær. Það voru ekki árgjöld innheimt þarna heldur fyrir LSE 21 vegna þess að við vorum þarna hálft ár inn í en það var ekkert innheimt. Svo voru laun stjórnar, þau voru nú bara óbreytt held ég. Svo var útreikningur eldri skóga, þetta var tillaga sem kom fyrir og hún var bara send og snarkæfð. Það var nú bara þannig. Það er ekki inn í myndinni að það verði gert. En þarna er hún einhvers staðar. Það var bara satt algjört nei við því, síðan er önnur tillaga þarna undir sem þetta var semst framseljanlegar kolefniseiningar. Og það er bara til þess að útskýra það að þá er ekki hægt að selja kolefniseiningar úr eldri skógum og við erum búin að fara núna í gegnum þetta með bæði manni frá ICERT og lögfræðingum og við getum ekki framselt þær, en hins vegar það bara verk kannski nýrar stjórnar að vinna í því að fara aðra leið í þessu. Það er að annaðhvort búum við til innri markað fyrir Ísland sem er eingöngu framseljanlegur hér innanlands, eða þá að við reynum að meta þetta upp og hvernig er að segja það, ég get notað einingar sem verða til í mínu skógi fyrir mig, eða ef ég á ekki nóg þá get ég bara leigt mér skó til þess að kolefnisjafna minn rekstur. Þannig að ég leigi bara Lúðvík skó. Segja að horfi svo mikið á mig maður. Þetta er svona trikk sem að kannski og lögfræðingur sagði, ok, það er kannski ekkert hægt að segja við þessu. En það kannski kom að við erum náttúrulega með mann sem heitir Þröstur. Já. Hann er alveg á fullu í þessu meðvitaður hvað við erum að gera, eða við erum að gera. Gerum þetta ekkert án hans. Nei, við höfum rætt þetta mikið við hann og hann er kannski svona, hann er alveg með okkur í þessu, þannig að það er ekkert alveg stopp þarna, allavega. Já. Hörðu, áfram. Já, þetta er bara tillögurnar. Já. Hörðu, ef við förum það sem er svona framundan núna hjá þessu, að vera huga að. Það er náttúrulega fagráðstofnun skógræktarinnar.
þar verður talað loftslagsmál og kolefnismál og viðarvinnslu og svoleiðis. Og landsáætlun í skógrækt verður þar meðal annars kynnt. Þar áttu við mann inni líka, Maríanna satt fyrir okkar hönd. Þannig að þetta verður kynnt þar. Ég ætla bara að hvetja menn til þess að ef menn hafa tækifæri á að vera þar, koma þar og fylgjast með þessu. Þetta er reyndar afskaplega stutt kynning sem fer fram. Ég held að kolefnisbrúin á að fá þarna tíma og ég held að hún fái 10 mínútur. Er það ekki? Rétt munað. Og síðan eru pallborðsumræður í 10 mínútur. Þannig að það fara 5 mínútur í að koma með fólkinu upp og svo er 5 mínútur til að spyrja. Þannig að það getur eftir 10 mínútur. Það er svona aðeins þessu heldur gefin lítill tími þannig. Síðan er hérna búnaðarþing sem verður hér 31. og 1. apríl, eða 31. mars og 1. apríl. Og þar eigum við 1 fulltrúa. Hlynur hefur rosalega mikinn áhuga á því að fara á hérna, Elmia Wood í Svíþjóð 4. júní og það er verið að fara þangað með tréploksmenn út. Og kannski ef einhverjir vilja fljóta með þá geti það verið möguleiki, ég skal ekki segja það, það er bara að skoða. Síðan er landbúnaðarsýning í Laugardalsvellinum 14. október sem við erum búin að skrá bás á en nú erum við náttúrulega líka með bændasamtökunum en við erum samt skráðir á sér bás, brúin, kolefnisbrúin. Þannig að við erum svona alltaf að kljúa okkur svolítið út úr öllu. Við erum svona, já, við ætlum allavega að reyna að vera þar, smá plássi. Það er allavega eins og staðan í dag. Og síðan er þá þessi samkoma skógarbænda sem að ég veit að félögin hafa aðeins við að skoða. Það er hérna. Hún verður 22. október. Já, sko. Formennirnir búin að... Já, þið formennirnir erum... Við erum búin að setja það. Já, flott hjá. Við býðum. Já. En þarna er líka að talað sko... Þarna vorum við að tala að vera með LSE-fundin samhliða. En einhvern veginn hugnast mér að það væri best að reyna að klára hann af sem fyrst. Það verður fyrr. Já, og við myndum reyna að stefna honum jafnvel í apríl að reyna að bara boða stjórnenda saman og klára að laga þessar samþykktir og koma því þannig að það sé engin vafi þegar framlíða stundir hvernig staðan er. Og ég held að það sé hérna með þessar samkomu skógarbænda það er allavega vil ég minna allavega ef að ég verð hér þá að það hérna að búgreinadeildin standi þá að því með skógarbændum að halda þessa samkomu og þetta verði svona, hvað kallar það, málþing eins og var. Við gerum þetta með stæl, bjóðum öllum að koma sem verði það vilja. Það er svona vonin. Heyrðu þið áfram? Já, nei, við höfum að fara í kolumsmúla aðeins. Ertu búin að gleyma þessu allir? Ertu búin að henda hann í kannski? Já. Já, þetta er hérna svona það sem að kannski við segjum að sé framundan. Það er, við hérna vorum með heilmikla skýrslugerð hér fyrir skiljuðum 2020 sem hét Horft fram á við. Nú viljum við endilega koma því í framhald og það verði farið að vinna markvisst með þessa skýrslu og halda áfram með hana. Að vinna svona áfram. Og ég veit ekki að hún kannski heitir eitthvað annað heldur en þetta en þetta er allavega verkefni sem við byrjuðum með. Þannig að ég vonast þess að við getum lagt fram pening í þessa vinnu áfram og horfi ég þá til að ágætt að segja ykkur fulltrúum það að það er svona hugmynd að hérna peningurinn sem að kemur í gegnum búvörusamninginn hann verði settur svolítið inn í kolefnisbrúna og henni verði falið svolítið að vinna svona vinnu fyrir skógarbændur. Þá er ég fyrst og fremst að hugsa það til þess að ef við þurfum að kaupa verktaka og annað þá erum við þarna EHF-félag sem getur skatta það allt saman inn þannig að og þá er þetta unnið þétt saman með stjórn kolefnisbrúarinnar og stjórn búgreinadeildarinnar. Þannig er hérna Vottum Viðar sem ég var að tala áðan, það er hérna, ég sagði frá okkur áðan hérna með það. Síðan er eitt stórt verkefni sem er náttúrulega pröntuframleiðsla ef að kolefnisbrúin kemst á fætur og það eru fleiri fyrirtæki sem eru að hasla sér völl þarna, þá vantar alveg tilfinnanlega framleiðendur á plöntum.
Þannig að það þarf einhvern veginn að vekja menn til lífsins þar og fínt fyrir deildina að beita sér þar með bændasamtökunum. Endurmenntunin, hún er kannski þyrft að komast í betra horf og efla hana. Það bara hefur ekki verið legið niður í þessi endurmenntun núna í langan tíma. Svo nokkuð sé. Sunnlendingar hafa aðeins verið með lestrarhópa. Þeir hafa ekki náð inn annars staðar en einu krafti. Þannig að þar er svona aðeins líf í þeim, í því. Þannig að síðan er náttúrulega þarna stendur skógræktin. Við þurfum að endurskoða okkar samstarf við hana sem búgreinadeild. Það þarf að móta það upp á nýtt. En ég tel það nú nokkuð líklegt að Kolefnisbrúin, hún skrifi undir samstarfssamning við skógræktina hún verði samstarfsaðili hennar í þessum málum. Því það er nokkuð ljóst að þar eigum við samleið. Og svo er það blessuð Kolefnisbrúin og hún verður í ný skógrækt og eldri skógum þá. Það er eins og ég var að segja ykkur frá áðan að móta það áfram það starfa að koma því í einhvern farveg. En þetta er allt saman heilmikil vinna að koma áfram. Þetta er ekkert rosalega einfalt allt og það eru mörg ljón á veginu sem að vilja stoppa þig. Heyrðu, nú skulum við aðeins rúlla bara í Kolefnisbrúna aftur alveg sérstaklega. Hér er svona skema sem við settum upp núna bara til þess að kynna þetta jafnvel þá fyrir öðrum búgreinum. Þær hafa svo sem ekki sýnt þessu mikinn áhuga, ekki vegna þess að við vorum of seinir. Þeir höfðu bara ekki pláss kannski fyrir þetta inn í sínum búgreinadeildum. Þannig að það er svona smá, en við ætlum allavega að kynna þetta hér. Þetta er nú svona bara heimsmarkmiðin sem eru þarna í þessu plaggi sem við tikkum inn í flesta box þarna ef við viljum. Þannig að það er í besta mál. Þannig að við erum... Ertu nú bara komin í... Nú er smá fundarhlé á meðan hann er að laga myndavélina. Hér er svona bara, þetta er svona til dæmis bara ferlið, fyrirtækið kemur með losun inn og svo kemur Kolefnisbrúin að, tekur bindinguna og reiknar út og kemur og gerir áætlun fyrir bóndan. Þannig er kannski hnökrarnir sem við lendum í að þetta er ekkert mál að við getum tekið út og reiknað allt fram að því þegar kemur að peningunum. Þá þyngist róðurinn með hvernig við eigum nákvæmlega að setja upp samningin við bóndan. Hlynur er alveg frábær, hann missir alltaf athygli og fer bara eitthvað annað. Þú ert ritarinn. Hérna er svona það sem Kolefnisbrúin hefur lagt aðalatrið á, það er að vera félagsmaður í BÍ til þess að vera hann inni. Síðan er pappírsvinnan og samningar og kostnaðaráætlun og rektoraráætlun. Þetta er allt slutur sem við gætum gert og eftir samtala núna við Þröst bara núna fyrir 2 dögum síðan þá megum við koma inn í samningsbundið land hjá skógarbændum okkur að kostnaðarlausu. Þannig að við getum farið inn og tekið land hjá skógarbændum sem eru búin að láta gera þetta allt saman og það er bara tekið út úr þeirra samningi og við fáum að nýta þar vinnu sem hefur farið fram þar. Þannig að það flýtir fyrir. Síðan er bara meiningin að bóndinn, hann gerir eins mikið og mögulegt er. Þannig að það er spurningum, bæði hann sjá girðingar, slóðagerð og jarðvinnslu. Síðan með plöntukaupin, þar er kannski spurning hvort að þið ekki sameiginlegt útboð þá ef þetta er mikið magn. Bóndinn getur líka keypt plöntur, hann gæti mögulega framleitt plöntur. Við höfum ekki sett það inn vegna þess að við fengum svolítið mótbáru við því að við ætlum að fara að framleiða plöntur, við kynnum ekki að því.
við töldum svo að það er ekki reyndar að vera, við verum rosalega færir í því, en það er nú svona að kannski rétt að vera ekki að sitja það inn allavega, en allavega ef að menn ætluðu að framleiða plöntur, þá er það sett í það ferli að menn eru að fara í gegnum lágmarksnámskeið til þess að fá að vera þar. Þannig að það verið þannig. En síðan sjá menn gróðursetningun og því öllu saman og skráningi loftslagsskrá eru þá sennilega framkvæmd af Kolufsbrúnni. Eitt sem er alveg mjög skýrt og við skulum átt að sjá, að förum við í þetta ferli, að þá er það alveg deginu ljósara að við erum að skrifa undir mjög erfitt plagg vegna þess að við erum þá orðin skuldbundin til þess að passa upp á þessa ræktun. Ef að við klúðrum henni, við missum hrossin í allt saman eða eitthvað og það er allt étið, þá erum við orðin, þá getur fyrirtæki krafið okkur endurgreiðslu á því sem þeir hafa greitt. Þetta er miðað við að fyrirtæki borgi í stofnkostnaðinn í byrjun. Og það er eitt sem er verið átt að segja á, þetta er ekki bara svona eins og gróðursetti hjá ríkinu, það er bara komið á gróðursett, svo drefst allt og þá borgar ríki bara aftur. Það er ekki svoleiðis. Þannig að við berum ábyrgð á því að skógurinn verði til og þannig að þetta skilir sér í bindingu til fyrirtækisins. Og svo eru aðferðirnar sem að eru kannski við að hvernig samningunum við bóndan það er stóra málið í raun og veru, því að kolefniseiningin er núna bara að hækka og hækka. Hvernig tryggjum við það að bóndinn fái sína vexti af því? Þetta er bara mál sem er bara eiginlega lögfræðingar verða að vinna, því að við bara, þetta er bara, verður ekki sett upp öðruvísin að passa upp á það, en við höfum verið að skoða ýmsar möguleiki í því, en það er bara þetta sem er að gerast, að einingin hækkar stöðugt. Það er spurning. Já. Það er annars vegar þetta með kolefnisbindinguna. Er það, hver skráir hana? Er það kolefnisbrún sem að gera það? Já. Við skráum hann inn í loftslagsskrána, sko. Já, þeir sjáum skráða. Já. Það mæla það skráða. Svo er það mesta möguleiki á að tryggingar. Ég veit að þú kannski svarar því ekki, en það getur verið nauðsynlegt fyrir bændur að geta tryggt sig gagnvart svona skaða eins og þetta ef hrossastóð kemur inn í girðingu og skemmi. Þá hefur við nokkuð hýrt það að tryggingafélög er tilbúin að tryggja svona skaða. Já, í þeim tilvikum sem að kannski hrossastóð fær inn í girðinguna sem þú ættir ekki sjálfur, þá er það sá sem á hrossin sem borgar. Það er bara eins og þegar bændur hafa lent í því að það kemur svona 30 hestar í einni bunu og inn í rúllustæðurnar allar og rústar öllu, þá er hann skaðabóta skyldur gagnvart því, en það er líka verið að vinna heilmikið núna í tryggingamálum fyrir bændur og er í öllum greinum. Og Hlynur hefur verið aðeins að fylgja því eftir þessi starfsmaður. Ekki rétt? Já. Ég allavega átti samtal við starfsmaður Bændasamtakanna núna fyrir 2 mánuðum síðan, þar sem við vorum að tala um tryggingamál. Og það er verið að skoða þessa möguleika hvort að hægt sé að tryggja meðal annars skó, og þá eru koma kröfur bruna og slóðagerð og allt mögulegt þar inni, að þessi aðgengi og vatn og það er bæklingurinn sem Björn vannað með bruna, hann er bara gott dæmi um það hvernig það geti verið, litið út. Aðeins kom inn á þetta, ef ég skildi þetta rétt, þá er aðalega verið að hugsa annars konar tjón eða hvað en þessi vinna það nýkomur stað að við munum íta á þessa, að láta þetta af því við gróðverðana þetta sem þú nefndir. Já. En með reynist svona í fyrstu aðrinu það var ekki það sem að
Já, það þarf bara að fylgja þessu máli eftir og þannig að... Má ég aðeins brjóta inn í? Já. Það þarf lagabreytingar á Alþingi til þess að það sé hægt að tryggja skóga. Við vorum búin að fara í gegnum allt saman, sjó og vannæri með okkur. Og þarf lagabreytingar á náttúruvártrygginga eða hvað hún heitir. Já. Hún var endurskoðuð fyrir 3 ára síðan en því miður voru skógabætur ekki látið vita. Og það þarf lagabreytingu vegna þess að tryggingafélög vilja ekki tryggja skóga sem hugsanlega eru skadar að völdum snjóa eða eldgosa eða eitthvað. Það þarf þessa grunntryggingu til þess að tryggingafélögin séu tilbúin. Þetta liggur algjörlega fyrir. Já. Þetta bara og ég býst við því að það sé ýmislegt annað í þessu sferli sem þau eru núna í sem að kannski þyrfti lagabreytingar við, sko. Þannig að það bara þarf að koma þessu áfram. Já. Hér er heilmikið glæra. Ég vissi ekki ég ætti að vera með þessa glæra. Lítið þetta góður. Kemur mér alltaf óvart. Það er alveg bara að segja hvað fljótandi hugmyndin. Já. Fljótandi endurgreiðslukerfi. Já. Já, það er það sem kannski ég var komin á þannig að það er svona, það gæti verið svona fljótandi kerfi þannig að þú ávinnur þér alltaf eftir því sem úttektin ver, þá ávinnur þér greiðslu, þú lofar fyrirtækinu einu og síðan er bindingin meiri, þá átt þú meira þarna inni heldur en ella. Þannig að þú gerir ekki bara eitt samning, allt fast í 50 ár, þannig að innan 20 ára er allt tekið út aftur nákvæmlega, þá kemur í ljós að fyrirtæki er jafnvel búið að fá vel upp í sinn kostnað og þá þarf að gera samningin upp á nýtt. Þetta er svona þetta er bara aðferðafræði sem þarf að þróa og því að það er okkar markmið allavega að þeir sem hafa verið í stjórn Kolvinsvonar að fjármagni skili sér til bóndans. Það sé grundvallaratriði. Ok, Limir, við erum að fara að drífa þetta áfram. Þetta er búið. Já, þú varst ekki með hinnar, gömlu glæruna. Þú ert með nýju glæruna sem við ætluðum ekki að sýna. Við grunnaði það nefnilega, ég væri með vitlausan glærupakka. En hérna er svona, þetta er bara svona... Næstu því það sama. Það eru búin að búa til svona pakka. Þannig er bóndinn með allt saman, nema plöntukaupin. Hann getur verið með þau. Og pakki 2. Hann er svona. Þetta er eiginlega... Þannig að þetta er eiginlega nánast sama hvernig hann fer að þessu. Þetta er kolefnisbrú með plöntuframleiðsluna líka. Sérum jarðvinnuna og vegagerðin og það. Þið sjáum merkin, þar er munurinn. Og svo pakki 3, þá sér hún allt. Þetta er svona grunnur sem við erum að setja upp en... Ég held með plöntuframleiðsluna og það, ég held að það sé mjög mikilvægt að það er svona útbóðsleitt, vegna að þau vitu það að munurinn á smásölu heilsölu eða útbóðsverði og smásölu hafi verið alveg 2-falt. Þetta er svo stór hluti af kostnaðanum í skógrækt. Þetta er eiginlega lykilatriði að vera að halda kostnaðanum eitthvað niður og stofnkostnaðanum. Það er að þetta líkir. Við erum alveg meðvitaður Við erum verðin sem við erum búin að vera núna og við erum búin að horfa á eins og í upptökunum að eitt fyrirtæki verður fyrir húsið við Silvíum þegar að Fjarðaberjaland hrundi og þau hafa verið óstarfhæf í 1 ár verða það. Þá finnst mér að tryggingamál fyrir að vera komin áður en þetta er haft. Að bændur séu ekki að skuldbinda stóra hluti og svoleiðis til að geta tryggt sig. Og þetta er stórt tjón ef þetta kemur fyrir. Mér finnst þetta alltaf bara að vera bara eitthvað fyrsta sem kolefnisbrúin og allir innan bændasamtakanna ætla að stefna að koma til tryggingamálum. En þetta er ekki byrjað, en ég var fyrir 20 árum að reyna að tryggja skóla. Það er ekki þannig að þessi,
Við fengið það líka, það er bara svara því að við segjum, ok, ef þið fara að tryggja skólann, þá skulum bara gera grein fyrir því að þá verður það að borga fasteignagjöld og all gjöld sem mögulega ríkið vill deyja sig í. Það er sumir með þessa hugsun, þess vilja taka það á sig sjálfur, að taka sénsinn. Já, þeir gera það bara einu sinni. Ég veit það. Og við erum ekki að hlusta svoleiðis. Það eru bara, þú veist, ef þú ert í húsi og það kveiknar í því, þetta ef við hugsaum til framtíð, skógurinn, krakkarnir okkar, það er þau sem eiga eftir að fá mest út úr þessu. Og hvað segja þau, menn af hverju tryggðu ekki skóginn? Þegar bara allt fuðrar upp. Og bara fylgjum við þessu skildingin. Já, ég held að það sé, er það ekki punkturinn sem þú ætti að segja á? Reyndar heitar ekki viðlega trygging lengur. Það heitir ekki annað á morgun líka. Já. Heyrðu, ég bara þakka þér fyrir því. Stefnumótun. Þetta er stefnumótun. Þeir að sitja hér? Já, nú skal ég. Gjörðu svo vel. Mér er falið að kynna fyrir ykkur drög að stefnumörkun bændasamtakanna og stjórn minn fól mér að renna yfir þetta og ég gerði 2 tilraunir til að setja þetta í eitthvað vitrænt form að mér fannst, því að mér fannst vanta töluvert timbur inn í þetta og kannski meira sjálfbærni hugtakið er ekki eins áberandi eins og ég hefði viljað sjá það. Og byrjum bara næsta, fyrsta segi. Svona er fyrsti liðurinn. Er þetta sama og við fengum með þetta? Þetta er sama plaggið, já. Og svo þetta er græna liturinn, það sem ég hef verið að fikta með. Ég gróf þetta ekki í stein, af því mér fannst þetta frekar lame. Og það má endurskoða þetta alveg til fulls, en ég er ekkert vissum að við höfum endilega úrslita atkvæðið þarna, því að það mun hópur koma saman eftir og koma með betri tillögu eftir mánuð að búna aðalþingi í lok mars. Aðalatriði í okkur er að okkar koma sem skýrustu ljósi hvað við viljum fá inn í stefnuna. Sjálfbærni, stuðlaða sjálfbærni, segi ég allavega. Ég hugsa þessi hér allir sammála. Og hvernig förum við að sjálfbærni? Skógrækt er svona aðalliður inn í því. Við vitum það að hringrásin hugtakið sjálfbærni fæddist í þýskum skógum, ef ég má orða það þannig. En allavega, fyrsti liðurinn það er náttúrulega að vera að tala um matvælaframleiðslu þjóðar. Vissulega er landbúnaðar svona megnuðu til aðalatrið matvælaframleiðsla. Ég vil að við bendum á það að við ræddum það í stjórninni að það væri líka önnur framleiðsla í gangi heldur en bara matvæli og það má vekja það herri vegferð eða þannig. Förum bara hraðar, já. Þetta eru 60 glærur, ég ætla að fara hratt yfir. Ég tiplaði bara því sem ég fannst svona þeim fyrirsögnum í skýrslunni þeirra sem ég fannst svona að skipta okkur mestu máli. Og þarna bara, ég segi þetta aftur, sjálfbærni í öndvegi hefði ég viljað sjá. Ég vona að hér séu flesti búin að skima allavega yfir þessu drög sem ég var að tala um. Og þeir sem hafa mestan áhuga, við skulum hefja samtalið. Á því að eiga eitthvað með það að gera, sko.
En ég vil ekkert vera að lesa þetta neitt sérstaklega því að þetta ekki, ég var kannski ekki í besta hamnum þegar ég var að skrifa þetta. En allavega við þurfum að huga því að gefa eins og skemmur þarna að gefa komandi kynslóðum betra tækifæri heldur en kannski landbúnaður í dag eða eins og hann var. Við erum held ég alveg á réttri leið. Við þurfum bara að halda áfram þessari vegferð. Ég meina skógræktin var ekkert sjálfsögð fyrir nokkrum áratugum síðan. Við erum á hárréttri leið, við þurfum bara að halda áfram. Já, þetta er bara hugsunin, já. Takk. Já, og svo líka kannski þegar maður skemar yfir draugin að þau eru svona endurtekin svolítið. Það fannst stjórnin einmitt líka. Já! Þetta er aldeilis klausa sem ég verið að skrifa hér. Ég er með öðrum orðum að bara upphefja bæði loftslagsvænt landbúnaðarverkefni. Það er flott verkefni upp á losunar hlutan á meðan okkar sterkara hlið er kannski meiri bindingar hlutin, sem sagt ljóstillífun lands. Það sem landið getur gert fyrir blessað andrúmsloftið okkar. Og þar eigum við verkfæri sem við erum að styrkja þessa mundir og búin að vera síðustu ár, heitir kolefnisbrú og við ætlum að gera það þannig að við séum saman á bakvið það þá fylgja því svo margir kostir ef við erum saman í þessu í einu nafni. Þar segir nafni Bændasamtaka Íslands, þá er miklu eðlilegra að við vinnum öll saman. Þar segja svínabændur verið með okkur í þessari vegferð. Það má laga orðalegið, þetta er bara hugsunin eins og sé hvað þau bændi á. Hlutur Bændasamtakana er í grófum dráttum gott mál og höldum áfram. Ég vil meina að þetta sé líka bara gott mál. Það er bara, ég var að hugsa hvort við höfum að blanda, hvort að kolefnisbrúin ætti að koma inn, því að RML er þarna vissulega og allt er góð með það. En hvort að kolefnisbrúin ætti að vera þarna inni líka, kannski er það ekki tímabært, ég veit það ekki, við getum rætt það. Ég finnst allavega eins og RML er hálfbitlust apparat á mörgu leyti, sko. RML er hálfbitlust? Já. Þá þurfum við annarkvæmt að brýna þetta verkfæri sem heitir RML eða og upphefja brúna og já, kannski ekki endilega taka yfir en alls ekki, ég er ekki að segja það. Bara komum með önnur verkfæri. Enn og aftur legg ég upp með sjálfbærni og eins og ég segi aftur, þetta er lykilatriði. Við ætlum að horfa inn í farsælt Ísland fyrir komandi kynslóðir og það sem er brýnt í dag, það er þessi loftslagsmál. Hvernig svörum við þessum aðgerðum, já, væntanlega stjórnvalda, sem ég hef ekki stundum á tilfinningunum, þau veit ekki alveg, þau allavega er ekki alltaf að leiða eins og við hefum viljað sjá það, en við hjálpum þeim við það. Bara áfram, kolefnisbrúin, meira hana, komum mun að. Ég tönglast sífellt á þessu, loftslags umhverfismál, kolefnisbrúin er verkfærið. Ég segi skógarbænda, jú, en við eigum að hjálpa öðrum. Traustu grundvöllur. Ég get, eins og segi, ég get örugglega að tala miklu meira, en þetta er samt svo viðamikið að við þurfum eiginlega spjalla og koma með tillögur saman. Nýliðun, já þetta er nú stórt mál líka. Hvernig á nýliðun að fara fram í þessu blessaða landi okkar þegar við horfum á ríkisjarðir gefnar hinum á þessum velunurum, tala varlega hérna, ríkisjarðir eða líka bara jarðir sem eru í erfiðum skiptaferlum, hvernig við hjálpum svoleiðis tilfellum. Það er að segja komum landi í eflum landbúnað með öllum leiðum, skógræktir landbúnaður fyrir framtíðina. Já, þetta er alveg agalegt það sem er að gerast í skólamálum í landbúnaði hér á landi
og þetta er eiginlega alveg fyrir neðan allar. En við þurfum að koma inn í þessari skýrslu að það þarf að efla alla landbúnað, vissulega, en skógrækt eins og segi, skógrækt, bara umhverfisvitund bráðnauðsynleg. Það hefur verið á góðum rekspöl í gegnum námið, en það má alltaf gera betur. Áfram. Matvæli í öndvegi, gott og blessað, en við megum samt ekki gleyma öllu hinnu sem góðstíð sem við þekkjum. Næsta. Fór ég yfir rafmagnið? Já. Það er þarna, ég ætlaði að ég myndi að stoppa á rafmagnið. En Halldór, þú, það sem að Halldór er að benda á, eða viltu kannski koma að tala? Já, góður félag, ég ætla bara að standa hérna. Ég vil fyrst segja, mér finnst þetta mjög góður punktur hjá þér áðan að það er áþáðlega að stjórnvöld vissu kannski ekki nákvæmlega hvað þau bara ætla að auka losun og auka bindingu og við hlustum á ráðherrann áðan, hún talaði mjög mikið þetta, það átti að auka lífrænan búskap og svona, svo heyrir maður stundum að lífræn mjólkurframleiðsla og hún aukin og losun því að það þarf að fjölga notandi gripum og ýmislegt svona, þannig að ég held að sé mjög mikilvægt að bændasamtökin sjá og jarðtengd. Bara þeir þurfa að taka það mál að sér. Ég las þetta í flugvélni í gær og ég stoppa alveg þarna við lið 8-4 sko, því ég er svo oft að tala að það dreifir kostnaður á raforku. Og það er líka skýrsla núna frá Byggðastofnun sem að sýnir kostnað heimila sem er helst í Grímsey og Laxness bara annars staðar. Og þetta er alveg himinn og haf sem skilur á milli. Og upphaflega þegar raforkulögin voru sett þá var hugsunin svo að þau ætti að vera við lífi meðan við erum að byggja upp dreifikerfi í landinu. Þetta er alveg svo var með síman á sínum tíma þegar voru svæði, mann var skipt í svæði eftir landshlutum og það var dýrar að hringja á milli svæði og við sett svona. Svo var það afnumið og ef við færum að segja ungu fólki í dag, það er svo dýrt að hringja til Reykjavík og það er hlæja á þetta. En þetta er raunin alveg komið að nákvæmlega saman stíg með raforkuna. Og fyrir undan það að þessi orkuver er nú öll í dreifbýlinu og orkan er flutt til þéttbýlisins en dreifikostnaður er náttúrulega minni í þéttbýlinu. Og þetta er uppstuðt á margan hátt. Ef maður fer á kortara aðriku sína hvað er þéttbýli, hvaða staðir fá er með lægri dreifikostnaður á orku, þá virðist það vera mjög handahófskennt. Og ég held að þessi jöfnun á dreifingu orku gegnum dreifikerfi, ég held að það sé einn stærsta byggð aðgerð sem hægt er að fara í. Og þess vegna vil ég bara hvetja til að mikil þunga áherslu á þetta fyrir hópi og koma þessu inn. Þetta á bara að vera feilletrað með stórum stöfum. Já, ég tek undir það. Þetta er svolítið miklu stærra mál sem að Halldór nefnir heldur en það sem ég er að benda þarna á, þó að það sé líka mikilvægt. Ég vildi endilega að menn myndi horfa á þann gamla orkugjafa sem hefur verið nýttur hérna ansi lengi, heitir eldur. Og þar eigum við orku sólarinnar bundna við eins og Óli Odds segir svo gjarnan. Jæja, herðu, þetta fekk góða punktur. Já, mér heyrist að við höfum tekið þessa umræðu þess áðan með tryggingarnar, þannig að við höldum bara áfram. Og ég velti fyrir mér hvort þetta eigi heima þarna, hvort það sé tímabært að fara að tala viðarstaðla og slíkt varðandi sjálfbærnina og allt þetta inn í þessu skjali á þessum tíma, kannski má það bíða. En ég velti því samt fyrir mér hvort það má alveg láta það vita. FSC staðlar eða eitthvað, hvernig sem við horfum á timbrið okkar þróast. Þetta er skógur á það sem að fundarstjóri elur mannin daginn út og inn. Já, endilega, viltu? Ég held að Já, takk fyrir þetta. Fyrst áðan og innleggs ræður og skýrslafans opna fyrir fyrirspurnir. Einhverju ræður ég myndi að taka þær saman sem að vilja spyrja
Jóhann og við þig. En Bergþór var að byrja. Er þú leiðin? Gjörðu svo vel. Nei, ég ætla má ég bara standa hér? Já, það standa hérna, já. Ég er ekki með langt máli, en ég var mjög glöð yfir því sem Hlynur sagði hérna þegar hann kom í pontu, að það vanti svolítið timbur í þetta. Og það sem ég las, ég var ekkert búin að staðsetja hvar kannski einhvað ætti frekar að vera en annað inn í þessu. En mér finnst við ennþá rosalega eitthvað feimin við að tala okkar framleiðslu. Þetta er nefnt í loftslagsmálunum og öllu því og gott með það, en við erum framleiðslugrein og við erum að stefna og byrjuð í iðnaði, úrvinnslu skógarafurða og við eigum ekki að vera feimin við það. Og ég held að við eigum að nefna þetta og vera bara með það svolítið skýrt og ákveðið, af því ég held að margir bara búgreinar aðrar, ef við segjum það ekki, þá dettur engum kannski skógrækt í hug í mörgu samhengi. Við erum líka að minna að það er framleiddu fatnar úr skógarafurðum og skógurinn er allsstaðar. Skógurinn styrkir byggðirnar, hann tryggir oft búsett á jörðum og gerir fólki eins og ungu fólki kleiftast að hefja búskap. Það er að vera með skógrækt sem með búgrein, eða helst bara margagreinar, hvert sem landbúnaði þróast. Þannig að ég veit ekki alveg hvernig eigið þið í stjórnin eftir að vinna áfram með plaggi fyrir búnaðarþingið eða eitthvað svoleiðis. En ég vil allavega leggja til að við verðum bara ófeimin við að segja, ekkert í löngu málendilega, en að bara tala og setja orðin inn. Sumstar er eins og sé verið að, já, við erum að styrkja landbúnaðinn, efla byggðirnar og eitthvað svona. Það er okkar að segja, við getum gert það með skógrækt. Og það er góð leið til þess að fara í raunin inn á allar hliðar landbúnaðar, í allar greinar og bara allstaðar von í landbúnaðin. Skjólið, jarðvegsvernd, vatnsvernd, bara nefnum það. Ha. Takk fyrir mig. Já, er það fleiri? Söngjörðsvöld. Komið sæl, ég heiti Hrönn Guðmundsdóttir og mig langar aðeins að beina orðum minn til Jóa Gísla, en ég tek undir hvert orð sem Bergþór var að segja. En mig langar aðeins að þið varst að tala að bændur gætu farið að framleiða sína plöntur sjálfir og allt það, sem geta alveg verið kannski gott mál. Ég held sér samt rosalega mikilvægt eins og Brynja var að tala að við fara í útboð vegna þess að við þurfum að vinna eða framleiða eftir ákveðnum stöðlum á plöntum og hver á að fylgja því eftir ef allir bændur að framleiða sína plöntur sjálfir, að þetta séu góðar plöntur og ég held að sé mjög mikilvægt að við höfum góðan efni við þegar við leggjum að stað. Þannig að þetta er kannski bara aðeins smá byrýning á þessu. Takk. Já, takk fyrir þetta. Fleiri, Brynjar. Þarna tek undir þetta sem Bergþór var að tala og ég held kannski við ættum að bara ganga aðeins lengra og reyna að fá inn í stefnuna. Við ætlum að vera sjálfbær með timburafurðir innan einhvers ákveðins tíma til frambúðar. Þannig að það sé ekki bara svona auka eitthvað, heldur þetta sé bara við séum sjálfbær í þessu eins og annarri landbúnaðar framleiðslu og vita hvort að bændasamtökin ætla að taka þátt í þessu með okkur eða ekki. Svo finnst mér þegar er sérstakur kafli loftslags- og umhverfismál og ég hef búin að lesa niður alla blaðsíðuna þegar ég held að það er hvergi minnst á skógrækt. Og þá er sagt hérna, losun frá landbúnaði tengist einni landnýtingu en margir bændur vinna auk þessa verkefni með skógrækt, landgræðslu og endurheimt votlendis. Þetta er svona í lokin, nefnd eins og algjört aukaatriði og það er eins og menn átti sig ekki á því hvar losunin er í landbúnaðan. Hún er í vambargerjuninni og losun frá búfjáráburði, mest í gegnum þarna sem metan. Og það er mjög erfitt að takast á við þennan hluta losunar nema bara fækka búfé. Það er hægt að safna metani frá búfjáráburði. Það sem að hinar stóru tölunar, það liggja í framleiðslunni, menn deila það hversu mikið það er, en það er alveg ljóst að það er mjög mikið losun þar. Það er atriði númer 2. Númer 3, tækifæri sem við höfum til þess að binda eitthvað að þessu, það er í gegnum skógrækt. Þarna eru þessar 3 meginstoðir og það er eiginlega fyrst og fremst skógrækt sem er viðurkennd aðferð
Það er búið að rannsaka það mikið að við getum staðfest að bindingin sé raunveruleg og að þetta sé liður 4, 8, svo eru nokkrir bændur líka í skógrækt. Þetta ekki boðlegt í kaflanum loftslag og umhverfi undir stefnu landbúnaðar, þannig við verðum að breyta þessu. Já, takk fyrir. Skógræktin eitthvað með það að segja og gera, að byrja að skipuleggja og rækna út og stærðargráð framleiða skóg til viðarframleiðslu, til bygginga og annað til hefur það nokkuð verið einu auka borði til þess að koma einhverja hagtölur það og þá var það áratugir þetta verður hægt að nýta til útbygging. Og ég svara þér? Já, ekki svo vel. Kannski segja spurningun líka. Já, bara hvort þessi búið að reikna sem sagt, hvað við verðum sjálfbæri eða hvað við þurfum að gera til þess að vera sjálfbæri. Sem að metum og tímalengdina og áraböldna sem tekur að koma með nýtilegan skógara til þess að byrja að byggja hús og nota viðinn til hérna ýmsu framkvæmd. Já, ég held að þetta hafi aðeins verið reiknað. Þetta bara fyrst og fremst þessar framleiðslu tölur sem að Arnór þá mest að reikna í dag og ég held að verið að byggja á þeim til þess að fá þetta fram. Þá þarf þetta að áætla hversu mikið hlutfall af framleiðslunni getur orðið nýtanlegt timbur. Þannig að ég held að þetta sé ekkert mikið mál að gera þetta. Björn, gjörðu svo. Fundarstjóri, góðir skógarbændur. Ég sjáu kannski að ég aðeins að byrja að eldast og ég vil aðeins nýta mér það að hafa upplifað sögu nytjaskógræktar á Íslandi alveg frá fyrsta degi. Formaður kom aðeins inn á tímamót sem við erum í dag. Ég bara verð að fá að segja nokkur orð til þess að þakka þeim sem að koma af stað nytjaskógrækt á Íslandi. Ég fylgdist með upphafi nytjaskógræktar kannski svolítið frá öðru landi, frá Finnlandi þar sem ég var í námi og hvernig Austfirðingar stóðu að því að setja á stað héraðsskóga. Það er svo mikið snilld. Við skulum bara muna eftir því hvernig þeir fóru að. Þeir settu á stað héraðsskóga, fengu lög samþykkt á Alþingi þar sem að tryggt að skógarbændur ætti fulltrúi í stjórn. Sem var tryggt að stjórnin hefði beint samtal upp til ráðherra, engin milliliður. Sunnlendingar fóru sömu leið og hinni landshlutinni líka. Þetta var svo mikið snilld að setja þessi landshlutaverkefni á stað með þessu hugafæri að það var engin milliliður á milli skógarbænda og landbúnaðarráðherra. Beint samtal. Það var beint samtal. Allar stjórnir nýttu sér það, flest allar, að fá alþingismenn, jafnvel fyrrverandi, sem hefðu þekkingu á stjórnkerfinu á Íslandi til að sitja sem formann í þessu landshlutaverkefnum. Hvað gerðist? Það gerðist að það eru rétt 700 jarðir á Íslandi sem eru skógrækt. 650-60 jarðir með samningu skógræktina, síðan þó nokkra jarðir hringir í kringum landi með skógrækt sem ekki með samning. Rétt 700 jarðir pluss að mér sýndist að ég var að taka saman að vera hátt í 200 jarðir sem að væru eða hefðu verið eða eru í skjólbeltarækt. Þannig hátt í 900 bújarðir eftir þetta kerfi sem að byrjaði á Austurlandi var sett á stað, þetta snilldarkerfi. Sem að reyndar endaði með að Skógrækt ríkisins tók yfir landshlutaverkefnin og skógarbændur mistu þetta beina samtal til ráðherra, til stjórnsýslunar, sem var ekki gott. En það gerðist meira fyrir austan og síðan hringir í kringum landið. Og ég ætla bara aðeins að fá að vitna í sjálfa mig. Ég var svo ánægður og skógarbændur voru að stofna félag á Íslandi og ég skrifaði bréf heim og sagði ef það er eitthvað sem að ég get gert búsettur í Íslandi, látið mig vita.
nokkrum viku seinna voru 12 skógarbændur mættir til Finnlands til að kynna sér skógrækt í Finnlandi. Og ég naut þess að taka á móti þeim og skóli minn hjálpaði með bíl og annað. Þarna var lagt á ráðina að það þyrfti að stofna einhvers konar samtök skógareigandi á Íslandi. Edda Björnsdóttir, fyrsti formaður, leiddi þessa vinnu ásamt fleirum, fólki hringir í kringum landið og hvað gerðist? Mynduðu landssamtök með beina tengingu upp til ráðherra. Formaður og stjórnin hefði beina tengingu upp til ráðherra. Núna erum við á tímabóndum og Jói Gísli og þeir sem eru í stjórninni verðum á einhvern hátt að halda tengingu beint upp í stjórnsýsluna. Við erum komin inn í bændasamtökuna og þurfum að færa allt undir stjórn og búnaðarþing til þess að fá samþykki. Einhvern veginn verður að finna leið. En við höfum þó smá ljós í myrkrinu. Við erum með frábær 5 skógarbændafélög hringir í kringum landið. Og ég vonast til að búgreinadeildin styrki þessi félög eins og hægt er og félögin búgreinadeildin á sjálfsögðu. En við þurfum að halda þessari beintengingu upp til stjórnsýslunar á einn eða annan hátt. Og ég vil bara segja takk þeir sem að settu þetta allt á stað og gerðu þetta á svo mikið snilldarhátt. Hátti 900 bújarðir, hátti 1500 kennitölur sem að stunda skógrækt eða skjólbeltarækt í dag á Íslandi. Og við erum í algjöru farabroddi Íslendinga varðandi að koma á stað nytjaskógrækt. Á síðustu 4, reyndar ekki á síðasta ári, en síðustu 4 árum þar á undan hefur við tekið á móti 600 útlendingum svo beint til Íslands til þess að hitta fólki sem að setja þetta á stað. Hvernig getur ein þjóð sett á stað svona magnaða skógrækt? Í lokin varðandi það sem Hlynur kom inn á áðan og var að fjalla um. Ég er búin að taka nokkra rispurnar og ætla ekki að taka eina rispu viðbót, en það fór rosalega fyrir brjóstið á mér að íslensku landbúnaður er mikilvægur fyrir matvælaframleiðslu þjóðarinnar, punktur. Og takk Hlynur, þú ert búin að laga þetta mikið, en það að laga þetta mikið meira. Ég sendi Hlyni í gær ábendingu að bændur eru umsjónarmenn fólk landsins, moldar og vaskgæða og hvað sem það er. Þannig að það þarf að koma þessu sterkt inn í þessa megin markmið og leiðarljós sem bændasamtökin semja, að það er ekki bara matur, það er dúnn og skógur og nefnilega bara. Takk fyrir. Já, þakkum Birni fyrir góða brýningu til okkar. Fleiri, það er nú komið genguna á tíman. Jói og Hlynur, viljið þið ekki eitthvað segja? Varðandi plöntu útboðin og það, þá er ég alveg hjartanlega sammálaðir. En það er nú ekki lengur en síðan í gær að við vorum á fundi og við rifustum þetta í stjórn Kolumnsbrúarinnar og fleiri. En ég er nákvæmlega á þessum stað. Ég bara segi bara alveg eins og að ef við förum í svona verkefni, þá eigum við að setja okkur þau stífu markmið að gera þetta eins vel og mögulegt er. Og setja okkur háa standard í því, þannig að við stöndust allt, ekki vera með eitthvað helvítis hálfkák í þessu. Það getur vel verið að einhverju séu alveg rosalega góður í að rækta plöntur og ég efast ekki það. En til þess að framþykja þessum stöðlum sem við höfum sett okkur sjálf og óskað eftir, við höfum barist fyrir því að plöntur eru settar í ákveðna staðla. Akkur í óskopunum eigum við núna að hætta því. Bara því að við ætlum að reyna að fara að fá einhverja örfáar krónur fyrir það. Ég er bara ekki þar. Og ég segi bara alveg eins og að ef að við lendum í því á fyrsta ári að allar plöntur drepast frá einhverju gróðrarstöð og þær eru bara ekki lífvænlegar, greinilega,
þá hlýtur það að vera auðveldara fyrir okkur að sækja á þessa plöntustöð en hvað gerum við ef við erum búin að rækta þetta allt sjálf? Hvar stöndum við þá ef allt er dautt? Það er svona að ég er algjörlega inn á þessari línu og ég ætla ekki að gefa mig með það. Á meðan ég kem eitthvað staðar nálægt þessu, þá ætla ég að standa þarna þó ég eigi ekki samherji allstaðar í þessu og kannski hefur við rifist þetta svolítið við Hlynur, því að Hlynur hann er svo góður í sér, segi ég, að hann vill alltaf allir fá að gera allt sem þeir vilja og þeir eru svo frábærir. Hann er svo góður, hann finnst hérna, þetta er, ég er bara ekki þarna, ég er bara ekki svona góður í mér eins og hann. Ég vil berja á því að við gerum þetta með háum standard þannig að við stöndumst þetta. Það sem Björn var að segja hérna, það er bara alveg hárrétt sem hann segir. Þetta var bara flott og mér leiðist aldrei þegar Austfirðingur mér hælt, sko. Það er alveg af og frá mér. Nei, en þetta var alveg frábært og ég satt í stjórn fyrirtækisins fyrir Austan, Héraðsskóg og Héraðs-Austurlandsskóg og ég veit alveg hvað það þýddi og ég gerir mér alveg grein fyrir því að við höfum tapað ákveðnu nálgun við fjármagnið en það er bara samt ekki svo, ég ætla að segja bara alveg svo að ef við kjósum að nálgast ráðherra á einhverjum tímapunkti núna, þá getum við gert það. En hins vegar kynnum við það kannski fyrir stjórninni, en ég hef ekki nokkra trú á því að stjórnin, hún stigi á fæturnar á þeim sem vilja fara og eins og ég hef nú talað oft Hlyn, að þá er ég svolítið góður í mig, þá finnst mér, þá er það bara þannig að við tökum einhvern annarkvæmt framkvæmdastjóra eða einhvern frá bændasamtökunum með. Þannig að þeir séu alltaf upplýstir það hvað við erum að gera. Og það var kannski meiningi með sameiningu þessara félaga alla að við stóðum oft niður í ráðuneyti og við Hlynur upplifðum það oft. Við fórum niður í ráðuneyti, býtu hver var það sem beið frammi? Það voru annarkvæmt sauðfjárbændur eða kúabændur sem voru bara næstir og eftir okkur. Og voru að reyna að fá nákvæmlega sama hlutin og við vorum að reyna. Kríja út brenninga til þess að gera eitthvað. Og það var kannski það meiningin með því sameininguna að við myndum frekar koma sem ein sterk heild inn í ráðuneytið. En takk fyrir brýninguna, Björn. Hlynur, vilt þú segja eitthvað? Ekkert. Það var annað sem ég glemdi í upphafi fundar. Það var það að hvað heitir það, er ekki kjörbréfanefnd, er hún ekki starfandi hér? Uppstilling, nú er það uppstilling, ekki neitt kjörbréfanefnd, það er ekkert svoleiðis. Já, fyrirgefið, það þarf ekkert að vera að kanna fundarsettum annað, ég er miskilur þetta. Það kemur bara að því seinna, uppstillingarnefndina. En eru fleiri? Þú er glaður hérna og takk fyrir góðan fund. Þetta er allt saman mjög frábær erindi og uppstilling hérna á glærum og annað þvílíkt sem ég fagna. En það sem ég vildi bæta við varðandi umræðuna þetta að koma til jörð og upp og búa til skóg, það er allt gott að blessa, það er ekki alveg auðvelt. Það sem að mér var hugsað til frá því fyrir 3 árum síðan, þið þekki þetta kannski betur heldur en ég, þegar að það gerði alveg gífurlega illt veður á Norðurlandi og Vesturlandi og það var rafmagnslaust bara víða sveitir að ég myndi segja að eins og það er mikilvægt að byrja að byggja, rækta skóg og fá efni við þinn og það var líka mjög nauðsynlegt að þjóðin búi við innviða uppbyggingu sem heitir rafmagnsstaurar og annað þvílíkt sem standa þannig að sveitir landsins sé ekki myrkvaðar svo lengi inn á milli eða þurfa að kaupa sér dísilrafstöðvar því að það er nú heldur ekki hvorki vistvænt ódýrt. Þannig að við gætum sannarlega eins og ég sé það að því að nú er ég á Vesturlandi og það er búið að vera rafmagnslaust þar 3. hver dag liggur við núna í mánuð eða 2. Þannig að ég legg til að það verði einhvern veginn ítt á það að þessi innviðu uppbygging að veri þrýst á hana að bara bændur landsins, hvort sem það eru í matvælaframleiðslu eða hvað, lifi við þokkalegt rekstraröryggi í síni búgrein. Takk.
Já, takk. Lúðvík, það er hérna listi hér yfir þá fulltrúa sem að eiga rétt á að sitja á þessu þingi og hvort að við, já, ég held að ég bara biðji menn að gera, ef einhver er sem vil gera athugasemdir þetta. Við eigum við að kynna þá sem eru hér, kannski förum bara hratt yfir sögu. Við byrjum bara á Jóhann. Jóhann og Ólöf er hérna, Maríanna, Halldór, Þórhalla, þá er það Björn, Agnes. Já, og ég vil gera athugasemd við heimilisfangi og ekki heima Brúðum, það er Selfoss. Það er Selfoss, Línu leiðrétti það. Og Karl Steinar, Kári Steinar, ég er ekki með gleraugun. Sigríður Jóna er ekki hérna. Forfölluð. Hrannar hér, Guðmundur Rúnar og Bergþóra og ég er hér. Þetta er að vísu nafnið á jörðinni en ég er býð á konunni. Lúðvík Lárusson. Já, ég ger athugasemd, sko. Við erum á Breiðabólstað en við erum með lögheimili í Reykjavík. Hvort það skiptir máli. Bújörðin er á Breiðabólstað. Og En við erum með lögheimili í Reykjavík. Sighvatur er mættur, Dagbjartur Bjarnason, Sigurlína, Laufey Leifsdóttir, Vigg, Dagur Torfason, Brynjar, Ágústína og Guðrún Steinþórs. Það er varamenn, já. Það er bara allir mættir, þessi flestir mættir. Samkvæmt, ef við lítum það aftur á dagskrána, við vorum að hafa kynnt hér stefnumörkunin og það er held ég rétt að við berum það með atkvæði hvort að þessi samþykkt að þessi vinna haldi áfram og farið síðan til búnaðarþings og ég legg til að við þess að felum Hlyn og stjórn á, eða einhverju úr stjórninni að fara betur yfir það og festa það sem eftir var að lagfæra í þessum hérna stefnumótun. Þeir sem eru samþykkir því að þessi stefnumótun verið send til búnaðarþings, gefur merki. Einhverja móti? Er þessar móti? Einhverja móti? Allir, þetta er samþykkt að senda þetta á en með því fororði að það verði aðeins yfirfarið betur og það komi hér ábendingar sem að Hlynur bókaði og það verður unnið betur að þessu. Þá held ég sé komið að með fundargerðina er ekki samþykkt þetta næst. Getum við ekki, við getum... Einn samþykkt byggir og einnig fylgjum. Nei, öfugt, það er öfugt. Í samþykktborðinu stendur að þessi 5 í stjórn. Já. Það var ekki margir. Samþykktborðinu er að þeirra samþykkt. Ég held að sé eðlilegt að við tökum samþykktina fyrir og berum hverja tillögu þar, hverja grein samþykktana upp og er ekki einhver sem vill kynna þær og tala fyrir það hérna. Fá þær upp þá á skjáinn allavega. Það er kaffi klukkan 3. Það er sagt hérna dagskrá kaffi klukkan 3, þannig við erum búin að þangað til. En allt í lagi að fá sér kaffibolla. Við gefum smá hlé klukkan 3. En hérna er einhver sem vill tala fyrir þessu og ég bara taka þetta fyrir. Nei, aldrei, þetta var bara fyrir mig. Þá bara förum við í gegnum þetta og ég ætla bara að leyfa mér það þá að bera hverja tillögu
upp fyrir sig. Fyrsta grein, bændasamtök Íslandsbændadeild sem heitir Búgreinadeild skógarbænda, heimili og varnarþing þess skrifstofa Bændasamtaka Íslands. Eins og verður samþykkt í þessari grein. Samþykkt. Önnur grein, og ég lesa þetta eða? Tilgang... Nei, það er bara, ég seti bara gleraugun. Þetta er hins vegar. Tilgangur Búgreinadeildar skógarbænda er að sameina þá sem stunda skógrækt í atvinnuskyni hagsmunamál sín og vinni að framgangi þeirra innan Bændasamtaka Íslands. Einhver umræða, já, tillaga, samþykkir. Það er samþykkt. Félagsaðild. Rétt til aðildar að Búgreinadeild skógarbænda hafa einstaklingar og lögaðilar sem stunda skógrækt, til dæmis til nytja, landbóta, útivistar, skjólbelta og fleira, enda sé þeir félagsmenn í Bændasamtökum Íslands. Einhver sem vil ræða? Gjör svo vel. Fundarstjóri, kæru félagar, Agnes Geirdal heiti ég og við vorum að samþykkja tillögu númer 2, tilgangur Búgreinadeildar skógrækt í atvinnuskyni og rétt til aðildar kemur í 3.1 eru lögaðilar sem stunda skógrækt, til dæmis nytja, landbóta, útivistar, skjólbelta og fleira. Mér sýnist þetta ekki vera allt í atvinnuskyni, þannig þetta er svona pínulítið á móti hvort öðru, þannig að ég veit ekki hvernig þetta orða þetta betur, en þetta er svona pínlítið áhuga manna þarna niðri en atvinnu þarna fyrir ofan. Takk. Já, er eitthvað sem vil koma þá breytingar eða tillögu breytingar að þessu? Þú veit ekki með breytingartillögu þetta? Ég er ekkert að bæta bara við, þetta fyrir aftan fleira, fyrir komuna aftur fleira sem snýr af skógrækt í atvinnuskyni. Þannig að það sé bara rammað inn með, þetta eru nytja, landbændur, útivist getur verið í atvinnuskyni, skjólbelti, klárlega og fleira snýr af skógrækt í atvinnuskyni. Já, þetta sem líka fyrir þetta fleira. Já, fleira sem snýr af skógrækt. Það veit ég. Það er þessu að í Bændasamtökum Íslands. Þetta er náttúrulega fyrst og fremst verið að árétta það að viðkomandi verði að vera í Bændasamtökum. Það er það sem máli skiptir. Það kom einn svona breytingarna að bæta við og fleira sem snýr að skógrækt í atvinnuskyni. Við erum að sammála þeirri breytingu. Það er samþykkt og þá er að byrja tillöguna alla. Rétt til aðildar að Búgreinadeild skógarbænda hafa einstaklingar og lögaðilar sem stunda skógrækt, til dæmis til nytja, landbóta, útivistar, skjólbelta og fleira sem snýr að skógrækt í atvinnuskyni, enda sé þeir félagsmenn í Bændasamtökum Íslands. Að við erum með þarna til dæmis og svo kemur og fleira, má þá ekki sleppa til dæmis? Jú, og annars sem snýr af skógrækt. Sem stunda skógrækt til nytja, landbóta, útivistar, skjólbelta. Skógrækt í atvinnuskyni til dæmis til. Já. Já, bara spáði að hafa og fleira og til dæmis í sömu setningunni, sko. Það byrja bara atvinnuskyni. Það skógrækt í atvinnuskyni til nytja, landbóta, útivistar, skjólbelta og fleira. Vinnavæg. Já, gera þetta svona, já. Má ég aðeins? Já. Þetta bara að koma að segja þín að skoða því. Ég held að það hefur bara ágætt við þetta var. Farðu í púltið, svo þeir... Farðu í púltið. Já, þeir sjá þeir sem er að
fólk sem er að sjá þig. Ég lefði sá. Sighvatur heiti ég, ef þið vissu ekki fyrir. En ég held að það hefði bara ágætt þess að kemur fyrir uppröðulega blaðinu. Því að í annarri grein þá er tekin af upp tvímælum að þetta sé skógrækt í atvinnuskyni. Þannig ég sé ekki að þörf á því að taka það fram aftur. Þó það sé skjólbelti og fleira. Þá hlýtur að vera atvinnuskyni ef það er samkvæmt annarri grein. Annar var nú ekki. Takk. Ég er búin að samþykkja þessa breytingu þarna. En vilja fleiri taka til máls þetta? Ég legg þá til að þessi til að þetta nú við. Nú er ég búin að fulltaka við þetta. 3-1. Nei. Tekur þetta atvinnuskyni þannig, þetta til dæmis aftur í staðinn. Já, 3-1. Eigum við að láta það vaða svona? Nei, það er takk út þarna í restina. Og fleira sem sníða skógrækt í atvinnuskyni. Þá ertu að tala þá að fara með hann í uppröðulegt form. Af allan vafa, bæði það að þú setur skjólbeltarækt og að þeir séu allir með. Ok, þá hérna held ég verið bara þessa tillögu uppsóknarheiði til að búgreinadeild skógarbænda, einstaklingar og lögaðilar sem stundum skógrækt, til dæmis sé nytja, landbóta, útivist og skjólbelt og fleira, enda séu þeir félagsmenn að bændasamtökum Íslands. Þessi verður samþykkir réttur. Þannig verður, takk fyrir tillagan samþykkt. Þá er það næsta grein. Og þá er það einungis félagsmenn í skógarbændadeild Bændasamtaka Íslands sem hafa fulla aðild að lið 3.1 geta greint trúnaðarstörfu fyrir búgreinadeild skógarbænda. Okkur sem vil ræða þetta. Þeir sem eru samþykkir verki. Takk. Samþykkt. Og þá erum við komið hvert búnaðarþing. Nei, það er þetta full aðild að það er þessi. Full aðild að búgreinadeild skógarbænda samanber lið 3.1 fellur niður uppfylli félagsmenn ekki öll skilyrði félagsaðild samkvæmt samþykktum Bændasamtaka Íslands. Það er væntanlega með greiði gjárgjöld eða eitthvað slíkt. Eitthvað sem vill tala, segja eitthvað, en þá er það bara þeir sem eru samþykkir, samþykkt. Búgreinaþing skal halda árlega í tengslu við búnaðarþing. Þetta er ljótt allir verið samankominn. Það verður bara búið atkvæði, þetta er samþykkt. Og þá er það fulltrúar á búnaðarþing er setjandi stjórn búgreinadeildar ásamt kostnum fulltrúum sem koma við landinu öllu og endurspegla sem best landfræðilega dreifingu, þá sömu og skógarbændafélagi byggja á. Stjórn skógardeildar BÍ ákveður í upphafi hvers árs hvað margir fulltrúar eiga seturétt á búnaðarþingi og hver margir af hverju svæði fyrir sig. Viðmiðun að fjöldi fulltrúa á búnaðarþingi skal vera 20 manns, auk sitjandi stjórna skógardeildar sem hefur málfrelsi og atkvæðisrétt. Miðað skal við að hafa sem jafnasta skiptingu milli kynja. Bændafundir skulu haldnir á internetinu upphafi hvers árs þar sem meðal annars eru kosnir fulltrúa búgreinaþing. Fundirnir verða haldnir eftir sömu svæðaskiptingu og eru hjá félögum skógarbænda. Stjórnum skógarbændafélaga skal einnig boða á þessa fundi.
einhver sem vil ræða þessa tillögu? Þetta er heilmikið tillögu. Stjórnir skógarbændafélag skal eitthvað búið. Þá þarf að búa við þá þessu. Nei, stjórnir. Já, þarna, já. Þarna? Nei, neðst. Þetta er hérna. Og það er líka efstu línun þarna er það ekki. Vistu að það er líka fyrir líka. Hérna, búgrænaþingi. Já, minnir að þessi umræða hefur verið áður á Eru sítandi. Já, það er ekki alltaf. Já, það er alltaf. En það er einu sinni með litlu. Já, þetta er sittan það. Já, það er nú og það er líka stundum að það kalla búgreina og stundum búgreinar. Já, þetta er svona eitthvað sem þarf að laga bara, það er stafsetningarvillur. Beyging er það ekki með samsettum orðum, sko. Þannig að það er Afröndi hvort er einn búgrein. Já, en orðið sem slíktur oft í. En þetta er nefnilega ekki alltaf farið rétt eftir þessu. Er einhver sem vil gera athugasemdir við þessa grein, Brynjar? Það eru þarna þar sem meðal annars eru kosnir fulltrúar á eitthvað hann finnst verið í þessu. Svo eru sitjandi þarna í efstu línu líka. Veitu, hvað sér hann? Eru sitjandi. Já. Er fyrst bara? Þarna eru. Nei, er sitjandi stjórn, ein stjórn. Sitjandi stjórn. Já. Þetta er, Brynjar, vilt þú segja eitthvað? Já, ég skil ekki bara alveg þessi síðustu, sko bændafundir, við erum að tala skógarbændafundir, það ekki? Já. Og svo er það ekki allir bara boðnir? Allir skógarbændur í viðkomandi félagi, boðnir á fund. Skrítið að tilgreina stjórnina sérstaklega. Það miða við þá sem eru félagar í? Já, ekki bara félagsmönnum félagsmenn eru boðaðar á þessu fundi. Og stjórnir að vera á öllum landshlutum líka. Er þarna verið að meina fundir í hverju eru félag? Já, ég bara fatt það ekki alveg. Það sem að Brynjar að segja, það er svolítið áhugavert vegna þess að við erum búin að ræða þetta mjög mikið. Við segjum það að öllum skógarbændum á Íslandi er boðið á þessa fundi. Það að kjósa fulltrúa búgreinaþing. Hvernig er það hægt? Það er ekki hægt. Það verður að vera félag í bændasamtökunum til þess að hafa atkvæðisrétt. Við erum búin að fara með þetta eiginlega fram og tilbaka og niðurstaðan svo að á þessa fundi eru þeir eingöngu boðir sem eru félagar. En auðvitað má senda út tölvupóst og segja að það verði hérna fundur og endilega drífið ykkur að gera félagar í BI til þess að eiga á kost á því að. En við sjáum ekki alveg hvernig er hægt að boða til fundar og það eru örfár sem hefur atkvæðisrétt og hvernig á Jói Gísli að stýra fundi vitandi það að það er einhver að greiða atkvæði með sem er hugsanlega ekki í félagi. Þetta er flókið en einhver séu þetta er mikilvægt að hafa held ég algjörlega á hreinu þess að kemur fram að annars staðar að þú þarft að vera félagi til þess að eiga rétt á að starfa. Það er ekki það að stjórnarskógarbændafélag sittir fyrir fundir og þeir ef einhver af þeim er ekki í þetta skilsum. Já, sko, það var sett til þarna með stjórnina til þess að reyna að tryggja tengingu einhvern veginn út í stjórnina getur sendt að eftir hálfa mánuð verður fundur hjá skógardeild BI og endilega gríðið ykkur að ganga í BI og eitthvað slúðis. Er þetta ekki sko, eru fundir í félögum skógarbænda? Skógarbændafélagin fengu ekki aðild að BI. Nei. Nú, þetta er ekki, ég ætlaði að gera breytingatillögur og segja að fundir skógarbænda sem eru aðilar af BI skulu haldnir. Það getur verið Já, en það eru fundir skógarbænda sem eru fulltrúar félögin BI. Er það ekki reyna? Þannig er það.
Segja fundir skógarbænda í staðinn fyrir bændafundir. Fundir skógarbænda sem eru aðilar að BÍ skóla. Fundir skógar. Já. Já. Þú veitum hvað það er að meina. Má ég þá bara komið aðra tilbúið þegar maður það kontast bara þessu? Taka bara út 4. setninguna. Stjórn skógarbændafélag skal einnig boða þessa fundi taka bara í burtu. Þessa hitt leyst. Þá þarf ekki að hafa hina breytingur í því. Þetta, út. Neðsta, bara neðsta. Bara neðsta. Það er stjórn skógarbændafélag. Hafa þetta í burtu. Það er út. Þá þurfum við ekki að deila þetta lengur. Þá er það bara þeir sem í BÍ sem boðar á fundi. Já, það er ekki fyrir stjórnarmenn í BÍ. Þannig að þá þarf ekki meira. Þetta var ekki svo vitlaust. Ég meina, það vitlaust ekki að líka verið gáðlegt í yfir tilvíðum. Það þarf ekki að vera inn í. Það má alveg vera inn í, það er svona til að ítreka skýringu og þetta sem einn alls er að fundi með okkur öllum mín. Já. Róðanlega kýrskýrst. Já. Ég er sáttur við þetta og ekki fleiri sem við þessu. Bara svo einn spurning, okkur þá stjórninni ekkert skylt að vera að boða gömlu félagin, þessi stjórnin gömlu félagin á fund? Nei, er það ekki bara annað batti í okkar félagin? Í rauninni, Jú, það er reyndið ekkert sem að banda. Nei, ekkert sem banda. Það er svona bara skemmti atriði. Já, þetta var náttúrulega, eins og Björn var ekki að reyna að segja á hann, þetta var til þess að halda tengstónum við félagin. Já. Stjórn skógarbændadeildarinnar héldi tengstónum við félagin, sko. Þess að það er ekki allir fulltrúar þeir sérna í stjórnum sem eru í félagunum. Það var ekki þá svona inni. Það er ekki sem annar. Nei, það er ekki sem annar. Nei, þetta er bara eitthvað. Fullgildur félagi skal viðkomandi hafa greitt félagsgjöld BÍ síðastliðin áramót samkvæmt greið í reikn. Félagsmenn skulu greiða veltutengt félagsgjöld til Bændasamtaka Íslands í samræmi við ákvörðun búnaðarþings hverju sinni. Einhver sem vill ræða þetta? Eins og rekkið að byrja upp þessum samþykkir til hann er samþykkt. 4. Næst. Búgreinaþing er opið til áheyrnar öllum félagsmönnum. Óski fleiri aðilar en kosnir hafa verið til þingsetu eftir að setja búgreinaþing með málfrelsi og tillögurétt skal það borið undir fundinn. Einhver sem vil ræða þetta, ef ekki þá byrjar upp þeir sem samþykkir. Til hann er samþykkt, það er enginn á móti. Og þá kemur hér eitthvað. Býtum nú við. Staðfest félagatal skógarbændadeildar skal leggja fyrir á stjórnu búgreinadeildar og á Bændatorgi eigi síðar 1. janúar ár hvert. Frá þeim tíma hafa félagsmenn deildarinnar 7 daga til að gera athugasemdir við fulltrúa tölu. Komið upp álitamál skal stjórnu búgreinadeildar skógarbænda úrskurða málið samkvæmt grein 4.3 svo fljótt sem kostur er. Mál sem taka á til afgreiðslu á búgreinaþingi skulu hafa borið skrifstofu búgreinadeildar skógarbænda eigi síðar en 20 dögum fyrir búgreinaþing. Öll gögn sem
leggja á fram til umfjöllunar eða afgreiðslu skulu birt fulltrúi búgreinaþings eigi síðar en 10 dögum fyrir setningu þingsins. Búgreinaþing getur þó ákveðið að taka til afgreiðslu mál sem koma síðar fram. Tillögur sem liggja fyrir þinginu skulu kynna stjórnum landshlutabundnum skógarbændafélaga, landsbundnu skógarbændafélagana, eigi síðar en 20 dögum fyrir búnaðarþing. Nefndastörf vegna tillagna er ákveðin hverju sinni. Meðan stjórn búgreinadeildar skógarbænda fer með málefni Landssamtaka skógareigenda LSE skal aðalfundur LSE haldi sama dag og búnaðarþingið. Þetta er mikil lesning og það er rétt að menn aðeins horfi á þetta eða eitthvað sem vil segja eitthvað þessa tillögu. Ef svo er ekki þá bara vel leggja til afgreiðslu það sem samþykkir gefið merki. Tillagan er samþykkt eða það er ekki á móti. 4.6. Á dagskrá búgreinaþings skal meðal annars vera skýrsla stjórnar samþykkt í búgreinadeildar skógarbænda BÍ, tillögu til umræðu og afgreiðslu, kosning stjórnar samkvæmt grein 7 í samþykktum þessum, kosning fulltrúa búnaðarþing, starfsáætlun til næsta árs, önnur mál. Eitthvað sem vil ræða þetta. Þeir sem eru samþykkir tillögunni verki. Enginn á móti. Það var samþykkt. Og 4.7. Stjórn deildarinnar í samráði við framkvæmdastjóra BÍ boðar til búgreinaþings skógarbænda eigi síðar en 10. janúar ár hvert. Búgreinaþing skógarbænda er löglegt sé löglega til þess boðað. Einhver sem vil ræða þetta, svo er ekki. Þeir sem eru samþykki á verki, tillagan er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Aukaþing skal halda þykir stjórn búgreinadeildar skógarbænda Aukaþing skal halda þykir stjórn búgreinadeildar skógarbænda sérstök nauðsyn bera til og jafna þegar að minnstakosti 1/4 félagsmanna búgreinadeildar skógarbænda óska þess. Þetta sé þá fundarefni tilgreind. Aukaþing skal boða með minnst 7 daga fyrirvara rétt til fundarsetu og aukaþingi gilda sömu reglur og á búgreinaþingi. Einhver sem vil ræða þetta? Brynjar? Veitu þið? Orðalag í lagi. Það er ekki gera athugasemd til það. Þessum Hvernig eiga þeir að óska eftir? Svo er gefað frá búgreinaskóla óska þess. Er eitthvað sérstakt form til þess? Það er það væntanlega bara til stjórnar. Er það ekki bara samkvæmt reglum, almennum félagsreglum? Já. Það er bara alveg regla. Ég hef að félög slíkt ákvæði. Já, alveg regla. Býtum við, hvað vorum við? Já, það er þetta meina sem við erum að ræða. Það er ekki fleiri athugasemdir. Þá byrja nefndi atkvæði. Hún er samþykkt. Takk fyrir. Skipan stjórnar. 6. grein. Búgreinadeild skógarbænda skipar 5 manna stjórn, formaður og 4 meðstjórnendur og 5 varamenn með sem jafnasta dreifingu milli landshluta. Einhver sem vil ræða þetta? Sighvatur gerir svar. Með sem jafnastri dreifingu milli landshluta. Það er engin kvöð samkvæmt þessari grein.
bara sem það mælst til þess, má skilja það. Mælst til? Já, þarna annað. Þetta orðið kvöð. Þetta bara orðalags hugsun. Til þar fyrir utan þá ég ekki sannfærður 5 manna stjórn því eiginlega besta. Ég eiginlega sannfærður 3 manna stjórn. En ég ætla ekki að gera tillögu breytingu að því leyti. Já, fundastöru. Þá getur skógabændur, það búið að ræða þetta í alla vetur í stjórn Skópi eins og við köllum það svona daglega. Og Vestfirðingar og Sunnlendingar voru nú svolítið spennti fyrir 3 manna stjórn. Og ég svona prívat og persónulega hugsaðlega 6 manna stjórn. Og skýringana svo að halda sig við þessa 5 manna stjórn en formaðurinn losni við þá skildu að vera fulltrúi einhver landshluta sem að getur verið erfitt fyrir formann. Þess vegna nefndi ég oft 6 manna stjórn en það engin tillaga fyrir þessu þingi með 6 manna stjórn en ég var svona veltið upp. Ég var á tímabili mjög á því að ætti að vera 3 manna stjórn og ástæðan náttúrulega fyrst og fremst að aðalfundur skógar eigenda samþykktu það í Borgarnesi með öllum atkvæðum í fyrra. Og atkvæðalaust og það voru allir á því og aðalfundur Landssamtaka skógareigenda samþykkti fyrra 3 manna stjórn sem eru sama stjórnin yfir Skópi og LSE. Og þannig þetta í lögum LSE í dag, að það skal vera 3 manna stjórn. Þess vegna var verið að ræða þetta fram og tilbaka en það voru fleiri ástæður fyrir því að hafa 3 manna stjórn, að formaðurinn okkar hefur margbent á að bændasamtökin hafa óskað eftir að deildin hafi 3 manna stjórn. En eins og hann hefur sagt samhliða það engin skylda. Og síðan hef ég verið að benda á það að 3 manna stjórn það auðveldar að kalla hana saman, það eins okkur mjög erfitt í vetur að kalla saman 5 manna stjórn, þótt það hefur gert á Skype. Þannig að 3 manna stjórn væri auðveldar að ná saman og sérstaklega núna þegar að stjórnum verður að vera mjög öflug og funda að ég segi að lágmarki hálfsmánaðarlega allt næsta ár ef að koma Skópi á stað. Einhver alvöru. Jói Gísli kom inn á það að við vorum vonast til 400-500 manns strax. En við erum með innan við 10% jarða í Skópi, þannig að stjórnin verður að vera mjög öflug og í síðasta lagi að þá á þetta auðvelda kannski að fá bændasamtökin ofan að því að greiða stjórnum ekki laun. Það auðveldara, ég kalla þetta ekki laun heldur þóknun, að greiða 3 stjórnarmannum þóknun auðveldara heldur 5. En af öllu þessu sögðu þá höfum við Sunnlendingar rætt þetta og við ætlum ekki að koma hér með einhverjum látum og komum til með að trúlega kjósa með 5 manna stjórn til þess að svona að verði góð sátt þetta og síðan má taka upp kannski eftir 2-3 ár að fækka niður í 3. En ég vildi enga síður benda á þetta sem hefur verið rætt og sérstaklega þetta í lögum LSE að skuli vera 3 manna stjórn. Þetta var alltaf flókið. Já. Eða við erum búin að flækja þetta svo mikið. Já, Jóhann. Aðeins til að koma inn í þetta mál aðeins. Við erum samþykktum þetta, það alveg rétt. En við fórum með þetta fyrir lögfræðinginn og spurðum út í þetta, út af þessari tillögu hér og þá fengum við það svar að það deildarinnar ákveða það ekki einhvers aðalfundar sem var áður að ákveða þetta. Þið getið ákveðið þetta sjálf, þetta ykkar fyrsti, þið eru að búa til ykkar samþykktir og það í ykkar valdi að búa þær til eins og þið viljið hafa þær. Þannig að
Það er svo sem en ég hef svo sem verið svolítið á því að við eigum allavega að byrja með 5 manna stjórnir og þar er ég fyrst og fremst að hugsa til þess að missa ekki einn landslutan kannski eða 2 algjörlega út úr þessu. Það hræðir mig mjög að ef við værum með, segjum bara Austfirðing eða bara Vestfirðing, Vestlending og Sunnlending stjórninni, hvað yrðu Norrlending og Austfirðinga sko, myndu þeir þá bara einhvern veginn einangrast eða öfugt, það er sama hverjir væru. Þannig að allavega ég hef lagt á það áherslu að við reynum að halda öllum inni til þess að byrja með hvað sem við gerum svo síðar meir að fækka niður í 3. En sko launin fyrir það að vera í þessu eru náttúrulega engin. Það verður náttúrulega bara að segjast alveg eins og Sko, deildin sem slík fær held ég sem sagt, eða það gert ráð fyrir því, svo ég komið svona rétt frá mér, að formenn deildana fái greitt. Og í þessu tilviki er verið að tala um að greiða skógabændadeildinni minni við eitthvað 600.000 krónur á ári. Sem að við getum alveg skipta á milli þessar aðila. Og það er besta mál ef menn vilja það. Það er bara ákveðun stjórnar þegar hún kemur saman, hvort hún skiptir þessu á milli sín eða hvernig hún höndlar það. Þetta er allavega peningur sem kemur frá bændasamtökunum inn í þessa deild. Og það er bara stjórnarinn að ákveða hvernig það fer. Þannig að ég var slóð því upp eitthvað staðar að ég vildi bara félögin borguðu bara fyrir sína fulltrúa. Það væri ein leiðin og við myndum bara ganga þannig inn í það að félögin myndu sjá til þess að fulltrúar félagana fengju greitt, þá allra nema formannsins, hann fengi þá bara eingöngu greitt frá bændasamtökunum en hinir félagarnir væru þá, myndu þá bara félögin legðu öll í eitthvað skona púkk það að halda upp í hinum stjórnarmannum. Þannig að félagi, svo ég miskilinu ekki að félag sem er með formannin, að það slepp ekki algjörlega heldur taki þátt í kostnaðinu. Þetta er svona einn möguleiki sem ég er að nefna, en engin skylda og ekki neitt, þannig en ég bara veit það að fyrir reynslu að það er heilmikið vinna að vera formaður og ég vil ekki einu sinni leggja það saman hvað ég er búin að eyða mörgum tímum með Hlyn síðan að við hófum þessar sameiningar fundi. Formanni, svo bara upplýst að formanni hann á að sitja fund hvern einasta þriðjudag allt árið sem er hálftími til klukkutími sem er formenn allra deildana. Þar er farið yfir þau mál sem er í gangi og maður reyna þá að íta á eitthvað ef er eitthvað í gangi. Stundum hefur maður ekkert að gera á þessum fundi en maður verður samt að vera til þess að fylgjast með. En þetta er bara 50 tímar á ári sem þú eyðir í þetta. Þannig að það er allir formennirnir konir langt út úr því sem að þeir gerðu ráð fyrir að fá fyrir sína vinnu sko. Og þá sérstaklega kannski formaður kúabænda sem að lækkaðu í launum helming. Þannig að þetta er bara raunveruleikinn eins og hann er í dag, en vonandi ef við náum fleiri félögum og getum sýnt og sannað að við erum alvöru félag að þá aukast tekjurnar og bændasamtökin geta frá að borga. En þetta er erfitt tímabil hjá þau eiga engan pening til að borga laun í raun og veru í dag, eins og staðan er. Já, takk fyrir þetta, Jóhann. Ég held að þetta sé rauninni kannski niðurstaðan að það er alltaf hægt að breyta samþykktunum með seinni ár. Þá er ég bara ber ég þess að tillögu upp, þess að vera samþykkt, viltu segja eitthvað? Já, bara eitt svona, ég áttar ekki að lofa þessari tillögu hvort að stjórnin skiptir með þessu verkum, hvort að formaður sem tók sem beint, eða hvernig það er, skiptir eitthvað mál að það komið fram þarna? Er formaður kosinn síðan eða kosinn síðan? Það kemur einhvers staðar fram, setja ekki að formaður, nei. Það stendur að það formaður Býtum við. og 4 meðstjórnir. Já, það fennst þá bara í því það má túlka þannig að hann sé kosið sér.
Þess sem er það líka, sko, þá gildir þetta bara til ás hvers sinn milli aðalfunda, það er ljóst. Þeir sem samþykkir, gjöfumerki, já, það eru allir samþykkir til hann er samþykkt. Þá er það stjórnar búgreinadeildar. Hlutverk stjórnar, já, ég hljópi yfir það 7. grein. Hlutverk stjórnar er að vinna framgangi félagsmanna innan Bændasamtaka Íslands í gegnum búgreinadeild skógarbænda. Annars málefni deildarinnar myndi búgreina þinga sjá að þau málefni séu jafnan í sem bestu horfi. Þetta er ósköp. Einfalt. Þeir sem er nokkuð sem vil, nei, það er ekki sem vil taka til máls. Erum við ekki að tala hagsmunir félagsmanna en að það er sko... Hagsmunir félagsmanna. Já. Hagsmunir nú kannski skemmtilegra að hafa það. Hagsmunum. Þetta er allir sammála þessu og þá bara byrja hann upp tillöguna. Tillagan er samþykkt, enginn á móti. Og þá kemur að störfum, við getum við, jú, það er störf. Formaður boðar til stjórnarfunda þegar ástæða þykir til og stjórnar þeim. Þó er honum skylt að boða fund ef 2 stjórnarmenn óska þess, enda sé þá fundarefni tilgreind. Stjórnarfundur er lögmætur sé 3 stjórnarliðar á fundi. Er það ekki séu? Bæta einhver sem vil ræða þessa tillögu. Ef svo er ekki þá byrja hann upp, það sem er samþykkir, gefa merki, tillagan er samþykkt. Og stjórn búgreinadeildar skógarbænda skal skrá fundagerðir á fundu sínum. Fundagerðir skulu birtar á vefsvæði búgreinadeildarinnar svo fljótt sem unnt er og eigi síður en loknum næsta stjórnarfundi. Stjórnarmenn skulu staðfesta afrit af fundagerðinni og varðveitt með tryggilegum hætti. Einhver sem vil ræða þessa tillögu? Ef svo er ekki, þá byrjar upp. Enginn á móti, tillagan er samþykkt. Og þá er það samþykktar breytingar. Samþykktum þessum og aðeins breyta á búgreinaþingi eða aukaþingi sem boðað er til þess sérstaklega. Nái þær því aðeins fram að ganga meiri hluti kjöruna fulltrúa greiði þeim atkvæði. Einhver sem vil ræða þetta, svo er ekki í byrju tillöguna. Þess að samþykkir, tillagan er samþykkt. Enginn á móti. Gildistími samþykkta, ákvæði samþykkta þessara gilda frá og með búgreinaþingi þann 3. mars 2022. Og þá bara er þeir sem eru samþykkir, hún er samþykkt. Og þá bara ber ég upp alla samþyktirnar eins og að leggja sig. Þeir sem eru samþyktunum, gefur merki. Samþyktirnar eru að vera samþyktar. Takk fyrir. Þá erum við að sjá dagskrána hvað er næst. Er það þetta hér? Er ekki að gera góð fundarleik? Já, ég ætla að það er klukkan 3. Það er kaffi klukkan 3. Nú? En eigum við að taka kaffi núna? Hvað er ekki tillögur bara næst? Eigum við ekki að taka bara smá 10 mínútur kaffi?
Þá komið að liðnum tillögur fundarins lagða fram og ég ætla að sameina það við tillögur fundarins afgreiddar. Þannig ég legg til að við höfum bara þannig að tillögur eru lagða fram og afgreiddar. Þannig að ég vil bara fá að sjá hvaða tillögur eru fyrir fundinum. Og hérna fyrsta og önnur tillaga eru ekki afgreiddar því að við erum búin að afgreiða þær. Þá var það þriðja tillaga, sóknu stjórnar búgreinadeildar BÍ, ársþing skógardeildar BÍ haldið á Hótel Natura 3. mars 2022, skorar á stjórn BÍ að endurskoða hlutdeild þóknunar til stjórnar búgreinadeildar BÍ með það að markmiði að bjóða ásættanlega þóknun fyrir störf stjórnarliði í þágu búgreina sinna. Orðið sem að næstu dyr ég sé það illa því það er svona ógreinileg. En nei, það er bara því að það er mikið til hliðar. En greinargerðin og ég las hana líka. Fyrir sameiningu 1. júlí 2022 hefði hvert og eitt búgreinafélag sitt eigið verklag til að umbuna stjórnarliða í sínu stjórnum fyrir sitt óeigingjarna starf. Til dæmis var stjórn LSE skipuð 5 stjórnarmönnum, hver stjórnarliði fékk greitt ásgrundvelli og auk þess var greitt fyrir ferðalög og setu hvers fundar bæði samsetu og tölvufundi. Og þetta er stjórn Skóbí sem að sendir þessa tillögu. Vill einhver tala fyrir henni? Ef svo er ekki þá bara vil ég fá til umræðu tillagan. Einhver sem vill tjá sig þessa tillögu? Ef svo er ekki þá byrja henni til atkvæði þess sem er samþykkir. Og takk fyrir einhverja móti. Engir á móti til henni samþykkt. Þá er það grein 4, tillaga 4. Hort fram á við heitir hún. Ársþing skógardeildar BÍ haldið á Hótel Natura 3. mars 2022 samþykkir að félagsstjórn deildarinnar að setja í farveg framhald vinnu við afurða og markaðsmál í skógrækt sem lauk með útgáfu á skýrslunni Hort fram á við í afurða og markaðsmálu skóga árið 2020. Innihald á niðurstöðu framangreindar skýrslu skal vera grunnar að þessari vinnu. Greinargerð LSE og skógræktin unnu á 3 ára tímabili í vinnuhóp afurða og markaðsmál í skógrækt undir vinnuheitinu Skógarfang. Markmið þessara vinnu var að undirbúa skipulag og gera stöðumat í afurða og markaðsmálu skógræktar til langs tíma. Mikilvægt er að huga vel að úrvinnslu málum í skógrækt. Í víðu skilningi þess orð en eins og framan kemur í kafla 3 í lokaskýrslu vinnuhópsins er hægt að framleiða úr trjáfið allar þær vörur sem í dag framleiddar úr kolum og jarðolíu. Allt frá orku og hita upp í byggingavörur, lífrænt plast, vefnavörur og lyf. Skógarauðlindin er nú þegar mikilvægur þáttur í samfélagi okkar og aðeins eftir að vaxa og dafna. Í framtíðinni hér á landi sem annars staðar því er mikilvægt að vinna enn frekar að þessum málaflokki og það verði gert skipulegan hátt. Og þetta er Skóbí sem að sendi þessa tillögu. Einhver sem vill Björn Gjörsson? Já, fundamenni, ég rak saman þessa tillögu og vil náttúrulega leggja til að hún verið samþykkt en málið er að við sem sátum í þessum vinnuhópi, Jói Gísli og Hlynur og Gunnar Rossaga og fleiri Hrönn í henni. Eitthvað tíma, já, var fullt af góðu fólki sem kom að þessari vinnu og síðan fórum við þá leið að skýrslan er kaflaskipt og við fengum hóp af góðu fagfólki til að skrifa ákveðnar greinar
Það var mikil vinna í að greina ýmislegt og til þess Ólafur Eggertsson á Mókisá sem var með okkur, hálfu skógræktarinnar, hann samdi frábæra kafla þar sem að kemur fram hvað mikið að timbri er flutt inn og allt mögulegt. Þótt að ég hefði komið að þessari vinnu þá ætla ég bara að segja hér og nú, þannig að allir viti þessi skýrsla er alveg hundgóð í alla staði. Í lok, ekki allra kafla en flesta kafla, er framtíðarsýn. Það eru nokkrar setningar, þeir sem að skrifuðu kaflana, hvernig þið sjá ákveðin verkefni fara inn í einhver farveg inn til framtíðar. Það verður fjallað um þetta á ráðstefnunni á Geysi núna í lok mánaðar, en mér finnst það mjög mikilvægt að fylgja þessari góðu vinnu eftir. Þetta tók heil 3 ár, síðan fengum við COVID og gátum við ekki kynnt þetta eins og við ætluðum. Þetta átti að vera að setja ráðstefnu raunverulega þetta í fyrra, en var það ekki, en ég vil bara nota tækifæri hér og eins og þessi gert áður að þakka öllum þeim sem að koma að þessari skýrslu, bæði nefndafólk og ekki síður þeim sem að skrifuðu heilu kaflana sem var bara afrek út af fyrir sig að fá allt þetta frábæra fólk til þess að semja. Þið eitthvað sem að hafi ekki séð þessa skýrslu farið inn á skógur.is eða skógabondi.is og skoðu skýrslu. Já, ég vil taka undir með byrni, þetta er mjög góð skýrsla, það er mjög gaman að lesa hana, þetta er mjög fróðlegt og vel unnið. Einhver sem vil segja eitthvað þessa tillögu? Og nú sjáum við ekki tillöguna, en við sjáum bara skýrsluna. Þessarar. Já, þetta er svona orðalag. Þeir sem eru samþykkið þessari tillögu, gefið merki. Takk fyrir einhverja vóti, tillagan er samþykkt. Og þá er það umhirða. Ársþing skógardeildar BÍ haldið á Hótel Natura 3. mars 2022 samþykkir að fela stjórn deildarinnar vinna enn frekar að málefnum skógar umhirðu skógarbænda. Leggja þarf aukið fjármagn í málaflokk til að viðhalda væntum vexti, kolefnisbindingu, viðargæðum og skógum bænda. Þetta er skógræknisstendur að það, já. Umhirða felur í sig aðhlynningu skóga, svo sem tvítopaklippingu, millibílsjöfnun og uppvistun eftir atvikum þegar hirt er skóga með þessum hætti. Má rekna með að verðmætaaukning viðar betra aðgengi fyrir menn og málleysingjá aukir kolefnisbindingar og bólum trjána, minnkandi hættu og sorfallu eldhættu, svo umberað sé mikilvæg allan lífstíma skógarins er hún einna mikilvægast fyrstu 2 áratugina og meðan skógurinn er tilgreindur ungskógur. Skógarbændur sem gerir samning við ríkið skógrækt og sinni jörð, gerði ráð fyrir að ríkið myndi fylgja eftir samningsatriðum rétt eins og þeir hafa staðið við sitt. Eitt er að koma niður plöntunum, annað er að koma upp skógi. Í nýlegum skógaræktarlögum er lögð aukin áhersla á kolefnisbindingu og það á þó ekki að þýða að dregið verði úr umhirðu með væntri virðisaukin aukningu vaxandi skóga. Þetta er frá bæði Vesturlandi og Austurlandi, væntanlega það til þess að vera sameinaður eða eitthvað. Einhver sem vill ræða þetta, Agnes? Bara, það þarf að tryggja aukið fjármagn. Við erum að leggja fram eitthvað skógarbændur eða það er ekki tryggja aukið fjármagn. Tryggja aukið fjármagn, það er kannski. Það stóð þarna rauðstöðum skógræktin og skógræktin. Stjórnin hafi fjallað þessa til og einhver komið á hugmynda að þetta beina sig til skógrækturinnar. Já, ég var einmitt að spá í það líka.
Var þetta eitthvað samsett eða ég kannast ekki að við þetta fyrir innan? Við vorum með til... Saminam, já, það ekki. Tryggja þarf ekki fjármagn frá skógræktinni og málaflokk. Sko, ef ekki bara þá tillaga það að samþykkir að skógræktin vinni að frekara málum. Nei, byrju við. Er eitthvað með góða tillögu, breytingu á þessu? Björn? Ég held að þetta sé að vera málinu skógræktin. Sko, ég legg áherslu á að þetta er málinu skógræktarinnar, en að það er mjög mikilvægt allan að þeir sem að koma til að sita í nýrri stjórn Skópi gera sér grein fyrir það er galli í lögum nýtaskógrækt að skógræktin ber eingöngu skylda til að koma inn í fyrstu grísina eða fyrstu umhirðu og skógarbændur sem að allan að ég hef heyrt og talað við á Suðurlandi þeir gera sér ekki grein fyrir það er bara þeir sem eiga að sjá þetta. Fyrsta millibilsjöfnun skógræktarinnar eða fyrsta grísun eða hvað sem það síðan það skógarbændur sem að bara taka við skóginum þegar fyrsta grísun eða fyrsta millibilsjöfnun lokið og ber bara fulla ábyrgð og kostnað á frekar umhirðu. Og þess vegna mikilvægt að leggja áherslu á þetta en þarna bara veikleiki í nytjaskógræktarlögum en skógarbændur þurfa bara að gera sér grein fyrir að ábyrgðin algjörlega þeirra og kostnaðurinn þeirra nema allra fyrsta strókið. Rann, gjörðu svo vel. Fundastjóri og kæri félagar, mér finnst þetta nú vísu að mörguleiti bara rosalega góð tillaga vegna þess að í fyrstu samningunum okkar þá var nú talað það að við ættum að fá greitt fyrir umhirðu og ég skil þessa tillögu svolítið þannig að það sé verið að hvetja stjórn Skópi til þess að vinna að því að fá þetta svolítið í gegn. Er það ekki það sem við erum að skilja? Eða er ég að misskilja þetta? Þannig að sko mér finnst þetta svolítið mikilvægt að við fáum það svolítið í gegn að við fáum aðeins greitt fyrir þessa umhirðu. Þó að þetta sé auðvitað verðmætasaukning fyrir okkur þegar skógurinn vex upp en til þess að hvetja okkur til þess að fara í þessa vinnu þá held ég að þurfa að vera einhver pínu gulur til þess. Þannig að mér finnst að stjórnin eigi svolítið að vinna þessu. Það má kannski orðan öðruvísi, ég veit það ekki en ég skil hana þannig. Takk. Það ekki hægt að fá bara 2-3 aðrar aðeins til umorða vegna þess að þarna deildin bara að fara að vinna að skógumurðu. Það aðeins umorða þetta og Já, ég held sko en það má segja að það væri hægt að líka vísa þess til stjórnar búgreinadeildarinnar og hún komið til skógræktarinnar ekki bara sterkar að fundurinn beinið beint til skógræktarinnar. Einhverjir sem vilja taka að sér að skoða þessa tillögu svona betur? Björn, viltu ekki fá eitthvað með þér? Þessu lögðu tillögur að það Ég vil geima hana. Ef við að geima þessa tillögu í smá tíma, klára tillögurnar og við getum fengið okkur smá hlé á eftir. Verður sammála því? Nokkuð sem mótmælir því? Að bíða þess með þessa tillögu? Og ég myndi vilja Já, ég legg það til að við geymum aðeins þessa tillögu og förum í tillögu nr. 6. Það er loftslagsáskorun. Árstík
Skógardelda BÍ halda Hotel Natura 3. mars 2022 hvetur búnaðarþing 2022 til að samþykkja áskorun til bænda að þeir fari í alvöru í kolefnisbindingu og kolefnisjöfnun síns rekstrar. Jafnframt skorað á allar búgreinadeildir BÍ og stjórn BÍ að taka þessi mál strax festu tökum. Hér er mikið greinargerð. Í búnaðarþingi 2018 var samþykkt mjög metnaðarfull umhverfisstefna landbúnaðarins 2022-2030. Í stefnunni er vel fagleg og ítarlega farið yfir nauðsyn þess að landbúnaðurinn standi sig í þessum málum. Bendir á bestu leiðir fyrir bændur við kolefnisbindingu og kolefnisjöfnun og jafnframt dregnu fram nýjir og bættir möguleikar og markaðssetningu kolefnis hlutlausra landbúnaðarvara. Ljóst er að stjórnvöld í landinu munu þrýsta á að orðu verði breytt í gjörðir hvað þetta varðar hjá bændum. Ekki ólíklegt að einhver umbun geti fylgt árangri eða marka má grein matvælaráðherra í Morgunblaðinu þann 14. febrúar síðastliðinn. Nauðsynlegt er að þessi mál verði hluti af endurskoðun búvörusamnings 2023. Auk framangreinda raka er siðferðisleg skylda allra að taka þátt í risaverkefni að tryggja komandi kynslóðum tilveru möguleika á jörðinni. Einhver sem vill ræða þetta? Halldór Gjörsson. Já, fundarstjórar, góði fundarmenn. Þetta nú sjálfur sér góð tillaga. En það mikið talað í þjóðfélaginu og ekki síst stjórnmálamenn, þeir tala orkuskipti og eitthvað svona. En eiginlega allt sem þeir að tala og margir fleiri stöðvun á losun. En það líka hægt að binda kolefni. Og það hérna niðurdæling við Hellisheiðarvirkjun sem að veldur jarðskjálftum í Hveragerði, hún bindur kolefni. En við vitum líka ljóstillífun græns gróðurs. Það fyrst og fremst það sem bindur kolefni og einhvern þá tré alltaf því að þau færa þetta í stofnin og binda það þar. Og því langar mig til að koma þess inn, ekki síst til þess að við bændur séum meðvituð þetta. Og mér datt nú í huga þess að bara hérna í greinagerninni þar sem byrjar bentir á bestu leiðir, þó að það sé sjálfur sér ágætis málsgrein að taka hana út og setja í staðinn. Fáar leiðir eru þekktar til bindingar á kolefni, en fyrst og fremst fer hún fram með ljóstillífun græns gróðurs. Þar eru tré afkastamest. Ræktun þeirra fellur vel að starfi bænda sem í mörgum tilvikum eru líka landeigandur. Ræktunin auðveldar þeim kolefnisjöfnun síns rekstrar og möguleika á markaðssetningu kolefnis hlutlausra landbúnaðarafurða. Þetta sést breytingar til að taka. Já, þetta kom smá tillaga breytingu á greinagerðinni, það er ekki breytingu á tillögunni. Gremst, fremst.
Já. Nú var þetta komið breytinga til að við greinargerðina. Þetta er nú við. Og þetta, grænalínan er þetta eins og er í tillögunni. Nei, gula, já. Grænalínan er eins og breytingin kveður á. Og það er að lesa þetta nokkuð upp. Allir læsir. Þetta er ykkur. Ég veit ekki hvað það er að gera. Þetta er ykkur. Má ég segja bara nokkur orð þetta? Þetta er væntanlega verið að tala aðgerðir okkar mannanna til að binda kolefni. Því að náttúrulega mikið virkasta bindingin er í sjónum. Þannig að kolefni beinist fyrst og fremst í sjónum, jurtum og síðan í bergi. Á sér náttúrulega alltaf stað binding í bergi stöðugt, sem að kolefni kristallast í berg og sekkur jörðina. Þannig að við hljótum vera að tala þarna okkar leiði til að binda kolefni en ekki bara sem náttúran hefur. Ekki eingöngu sem náttúran hefur. Heldur hvernig við getum nýtt náttúruna til að binda kolefni. Ég ætla bara að komast að í umræðunni því að það má skilja þetta þannig að þetta sé mikilvirkasta leiðin til að binda kolefni bara yfir höfuð. En þetta er náttúrulega okkar mikilvirkasta leið. Þannig ég styð að alveg það sem við erum að segja nokkuð. Kannski er bara að koma ykkur eitthvað í rugli ekki núna, en fyrirgefið. Það er að segja eitthvað sem er kannski ekki rétt. Skrítið orð. Afkasta. Langar. Langar afkasta mest. Bara afkasta mest. Það sé ekki mér. Nei. Má ég koma með eitt og sætum? Þetta er náttúrulega hárétt sem það segir, en tillagan búnaðarþing hvetur er að samþykkja áskorun til bænda. Þetta er greinargerð með henni fyrir áskorun. Þá myndi ég segja að fáar leiðir eru þekktar fyrir bændur til að bindingar á kolefni. Því að þá ertu að einskorða fyrir bændurnar. Þú ertu farin frá grjóti og sjó. Það er þetta að vera aftur á með fyrir fram að ljóstilífi. Og þetta er eskilvægt gróðs. Fyrir fram að ljóstilífi og græns gróðurs. Já, græns gróðurs er og græns gróðurs. Í annarri línu þarna grænst. Í annarri línu. Það kemur með sem er aftan ljóstilífinu, taka það út. Það er ekki gróði. Nei. Þarna. Þarna. Gróðurs. Nú, það er búin að gera, þá vil ég eitthvað ræða þetta meira. Það er eina af þeim mörgum tillögum líka Lúðvík. Já, stutt og laggótt. Það er sjálfsagt að binda kolefni í jörðu eins og virkjunni að þetta sem þeir eru að gera. En þannig að það er betra ef það hægt að binda kolefni í trjám. Þannig að það myndast aðvörð úr því. Það myndast ekki neina aðvörð úr að binda þess jörðu. Það er enginn að elni af. Þannig að ég held að þetta sé það má ekki taka mögulegan af þessi að geta fundið kolefni í trjám. Þannig að það verður ekki aðvörð úr því. Ég held að það skiptir líka mál.
Það er spáð okkur þurfum eitthvað sko, nei, bara það sem er ekki. Vestur við bænda. Er þetta ekki bara orðið alltaf gott? Ég legg til að við bara berum þetta upp og fellum það út. Þessa hérna. Út. Og ef það er ekki sem vil taka til bálsumanna þá ætla ég að bera þessu upp. Þessi bera samþykkt tillögunni. Já, orðum breytingum. Tillögunni samþykkt. Takk fyrir. Enginn á móti. Jó, þarna var eitthvað í viðbót. Nei, þetta var lýsið á. Já, ég var með þetta aðan. Það var að Kóreldisbrú. Ástíksskógar deildar BI haldið á Hótel Natura 3. mars 2022 samþykkir að fela stjórn deildarinnar að vinna hratt og vel að því að koma Kóreldisbrúnni myndarlega fót allum bændu til hagsbóta. Greinargerð hugmyndafræði Kóreldisbrúar er að fjármagna skógrækt, sölu og efniseiningum til fjárfesta og fyrirtækja. Þannig er eitthvað sem laga innlendra sem erlenda. Meginmarkmið Kóreldisbrúar er að draga úr hnattrænni hlýnun, auka við skógrækt, nýta land betur, kóreldisjöfnun meðal bænda. Fjölgun starfa í dreifbýli, auknar tekjur til landeigenda, Landssamtök skógarbænda höfðu veg og vanda að stofna Kóreldisbrúar EHF fyrir ári síðan ásamt bændasamtökunum. Verkefnið er langt komið og getur orðið það þýðingar mikið fyrir bændur landsins ekki er vænlegt að hætta við. Kóreldisbrúar er hugsuð til að þjónusta bændur og nú er komið tími til að láta verkið tala. Þessi til að kemur að Vesturlandi. Greinargerð er kannski eitthvað meðbært. Það má bæta við í fyrirtækja að ég er að línu á allar einfalt í og svo fyrirtækja. Já, það eru að laga þarna fyrirtækja. Fjármagna skógrækt með sölu á eftirliti. Með sölu. Já, til fjárfesta og fyrirtækja. Einhver sem vil taka til máls um þessa tillögu? Þess að er ekki, þá byrja hann upp. Þessu samþykkir verki. Einhver á móti? Já. Hugmyndafræði Kóreldisbrúar er að fjármagna skógrækt. Kóreldisbrúin á að koma fjármagn inn í skógræktuna til mín. Kóreldisbrúin á enga peninga en hún á fjármagna sig svo aftur með sölu á kóleldiseiningum til fjárfestar. Þannig að þá er það Kóreldisbrúin sem er peningana og bóndi vinnar. Þannig ég á gjálvega orðan á þessu. Það er aðalega þessi tillaga sem að ræða og við erum búin að samþykkja hana. Vil ég breytinga á greinargerðinni þá? Það er smá bara grundvallar. Já. Þetta er frekar sko að Kóreldisbrúin er ætluð til að koma á samningum við fjárfesta og fyrirtæki, innlendra og erlendra og við það að koma þeim samningum í gegn þá skapast peningur inn í hjá bóndanum. Já, verður til að endurtaka þetta hægt. Það má ekki bara koma til að vinna í þetta sko. Það getur ekki bara að koma eitthvað sem tekjur til skógarbænda, þetta Kóreldisbrúin. Að hjálpa bændum
Eða aðstofa bændur við að fjármagna. Nei, ekki við að fjármagna. Skapa þeim tekjur. Jú, aðstofa bændur við að fjármagna. Kolefnisbrúin aðstofa bændur, veitu, er ég að mista, kolefnisbrúin aðstofa bændur með sölu á kolefniseiningum til fjárfesta og fyrirtækja. Skrifa þetta tvisvar. Nei, hér. Já. Það mennur bara það. Já, með sölu. Það er það sem kolefnisbrúin, aðstofa bændur með sölu og kolefniseiningu til. Þannig að þá skapast þessi peningur, því í þeim samningum koma þessi peningar og er talað hvernig þeir eiga að dreifast. Hvort að kolefnisbrúin á að fá 5% eða bændurnir strax. Þú þarft ekki að setja það inn í samþykktir félagsins því að það er kolefnisbrúin sem hefur sína samþykktir og sitt vinnulag hvernig hún vinnur. Ekki satt? Getum við ekki þá einfalda þetta til muna? Jú. Þessi texti getur bara það lítur. Til sölu á gólfinu. Hvaða tekjur hafa bændur af þessu ef þetta fer fram hjá bændur? Kannski skiptir ekki bara þetta. Þeir eiga góð. Greiður þetta. Það setja. Já. Kolefnisbrúin gefur á samning og milli fyrirtækis og bóndans. Tekjur kolefnisbrúin eru vinnan við að undirbúa samninginn sem fyrirtæki borgar líka. Þannig að það fara til skoðum. Það fara til skoðum. Ég sé það já. Kolefnisbrúin fær sína tekjur í gegnum því að vinna ákveðna samningavinnu og getur verið líka í að búa til ræktunarsamningana og það allt saman. Það getur farið þá leið, eins og við sýndi áðan, þá getur kolefnisbrúin hún getur líka tekið að sér allt fyrir þig og þá náttúrulega hefur hún einhverja tekjur af því sem að sá sem er að kaupa kolefnisbindinguna borgar. Hún vinnur að aðferðinu við að skapa bændum tekjur fyrir sölu á kolefniseiningum. Já, svo fær bóndinn náttúrulega sína tekjur. Er ekki þess að það að koma bóndar með inn í? Jó. Það sem þurfti að vera inn í. Fundarstjóri, kæru félagar. Það sem að, ég er ekki að sitja niður skó, ég er með gamlan skó, hann er 30 ára svo elsti. Kolefnisbrúin er að fjármagna skógræktarsölu, kolefnisbrúin aðstofa bændur með sölu og kolefni til að, hvernig var þetta nú hérna? Nú er ég búin að týna setningunni. Já, kolefnisbrú er að fjármagna skógrækt með sölu á kolefniseiningum, en ef ég er ekki skógrækt lengur, ég er búin að setja skóginn niður, ég rækta hann upp, hann er komin upp, hvar erum við í kolefnisbrúinni? Það er þá ekki í fyrstu setningunni, kolefnisbrúin aðstofa bændur með sölu og kolefniseiningu, þú átt það. Já, ok. Ég er þar. Ok, takk. En eins og þetta var, virkar það ekki? Þú getur fælt skóinn þinn, þú ert að lofa að fælla hann ekki, þá ert ákveðin skóra. Já, ég get þetta. Byrja aftur. Já, þá held ég að við erum ekki sammála þessari greinargerð. Að þess að vera samþykkir, gefa merki. Nei, það þurfa að laga þetta eitthvað til. Já. Já, hvað viljið þið gera? Já, því. Fyrsta setningin fjárfesta punktur. Þá myndi ég segja til fjárfesta og fyrirtæki og stróka næstu út. Þeir eiga ekki að fjármagna skógræktina. Stróka út hugmyndafræði kolefnisbrúar að fjármagna skógræktina.
með söl og kolefniseiningu? Þetta er það svona. Íslendrar sem erlendrar standa. Það er komið eina spurning. Ef þetta er tilfelli, getur þá ríkið eða skógræktin sagt að skógræktin borgar ekki neitt í þessu skógrækt vegna þess að ríkið borgar ekki neitt í þetta vegna þess að þarna er það og það er vöxturinn á trjánum borgar í raun og veru fyrir kolefnisbindingu. Algjörlega. Og það nóg. Fyrir það er einhver sem missir þá af sínum tengum. Algjörlega. Og gera misslíka tengum. Verður einhver... Já, verður einhver svona gagnagrunur það hvert er búið að selja kolefni eða það komur einhver fleiri fyrirtæki í það að maður sé ekki selja sko sama kolefnið oft. Já, reyna, kannski ekki besti maður niðan. Sko, það verður náttúrulega til gagnagrunnur sko, þegar þú gerir samning, þá verður að skrá hann og hann verður alveg staðsettur á þinni jörð, sko. Algjörlega úttekinn og því að sá sem kaupir kolefniseiningarnar eða sérst er að þú ert að binda fyrir, hann á að geta fylgst nákvæmlega með því hvað er að gerast í þessu skógi þegar úttektir fara fram. Gerir ég allinur? Já. Já, þeir geta fylgst með því. Þannig að það er til allskis útfærslur á því þegar þú gerir samning við fyrirtæki, til dæmis þú getur ákveðið að meðaltal bindingar er eitthvað X sko og þú segir bara, heyrðu, ég segi bara 100, ok, ég ætla bara að segja 80 til þess að vera örgur að þú getur bundið það sem þú lofar. Þannig að þá áttu þarna 20% sem að geta sveiflast til og hérna svo þegar verður úttekt eftir 10 ár þá kemur í ljós að bindingin er mun meiri á þessu landi heldur en þú áætlar í byrjun og þá getur þú selt þær umfram einingar eða nýtt þær sjálfur. Það er svona ákveðin hugmyndafræði í þessu, eins og ég sagði áðan, það er eftir að loka þessum hluta mikið, en þetta er svona ein hugmyndin sem við höfum gengið út frá, það er hægt. Þú getur líka lofað 100% steiningum og fyrirtæki borgar 100% allt strax. En eftir sem áður ertu ábyrgur fyrir því að þetta gerist. Það er það sem ég var að tala um áðan, menn verður að gera sér grein fyrir því að menn taka tólta ábyrgð ef þú tekur pening frá okkur fyrirtæki og segir ég ætla að binda, síðan fyrir allt í vitleysu og þá kemur fyrirtæki og segir, heyrðu, þú gerðir ekki neitt. Þú voru að greiða mig tilbaka. Þetta er ekkit alveg, menn þurfa að hugsa vel um þetta og svo er bara líka að svæðin eru misjöfn, sumstaðar vex skógur bara þú gert komið með góðan vöxt eftir 20 ár, annars staðar tekur þetta lengri tíma, þannig að svæðin verður örugglega metin misjafnlega eftir því hvað þau binda mikið per ár og þetta veit nú skógræktin nokkurn veginn, hún hefur þetta nokkuð. Svo ég svari nú Agnesi með gamla skóginn, það er það sem ég var líka að tala um áðan, að það er eina sem við getum barist í er að búa til þennan innri markað sem bara hér á Íslandi, þannig að þú getir sagt við einhvern bónda sem býr við hliðina á þér, heyrðu hérna ég er með fullt af skó sem er bindur svona, vilt þú kolefnisjafna þig? Það kostar svona. Það er leiðin sem við höfum í dag. Okkur er ekki hægt að selja hann ellendis líka. Hann bindur jafn mikið kolefni í einhver x ár. Okkur þarf það að vera svona litið. Það er vegna þess að núllpunkturinn var 1990, já, þetta er mönni rétt. Og þetta er ríkisstyrt skógrækt og þess vegna getur ekki selt. Ríkið má ekki styrkja þessa kolefnisbindingunum upp að einhverjum vissum próstur sem ég mann og bara ekki hver eru. Ef að ríki fyrir yfir það, eða sérst er þetta ríkistyrt, þá er þetta ekki hægt. Já, hann er ríkistyrtur og það má ekki selja kolefniseiningar úr því. Okay. En skógur sem var fyrir það, 1950, ekki var það ríkistyrt? Nei, sko,
það er þessi núllpunktur sem miðað við að allar viðbætur sko, eftir einhvern ákveðin tíma. Já, það er svoleiðis. En sko, þarna funda með hérna Æsert manninum á sínum tíma þar sem reglurnar eru alveg bara, þetta er heil bók sko. Það er hérna svo margt í þessu sem að þarf að fara í gegnum og við þurfum að laga okkar reglur að, eða þess að passa okkur á að fara ekki út fyrir þær. Aðeins einn spurning, hérna, sko, við settum, ég teki sjálf á mig, ég setti niður tré fyrir 10 árum og ég settur í það, ég varð að girða af landi og ég tók þetta saman að ganni mínu upp hvað þetta kostaði á þeim tíma. Ég held ég hafi komið skappur svona cirka 1 milljón út úr þessu verkefni við 10 árum. Ok. Það eru 12 eða 14 hektarar af landi sem eru bundið í þessu. Og getur maður ekki átt, ríki segir ok, þeir eiga þetta og þeir eiga þá kolefniskvótann að þessu allt það, en eigum við þá ekki að fá einhverja leigu fyrir landið? Jó, það er raun það sem við göngum út frá að bændurnir fái leigu fyrir land, sem sagt. Þetta er eins og ég segi, þarf að útbúa í samningunum, eins og staðinu núna, þá er skógræktin að selja til þessara aðila sem þeir eru að binda fyrir núna, þá selja þeir plöntuna. Planta kostar 200 krónur og í því á að vera þetta allur undirbúningur, landlega og allt saman. En þetta er náttúrulega bara líka eins og hann sagði við okkur hjá Æsert, það er ekkert að því að þú segir, ef ég ætla að byrja sko að vera með að plantan hjá mér kostar 300 krónur. Ég vil bara fá 300 krónur fyrir að binda þetta. Þú ræður því bara sjálfur. Hvað þú vilt selja þessa kolefniseiningur á. Það er enginn sem segir þér það og það eru samningarnir sem að kolefnisbrúin þarf að gera við hvern og einn, eða semst að fá upp hjá hverjum og einum bónda, hvað vilt þú fá fyrir þína bindingu? Hann bara ræður því sjálfur og það getur náttúrulega verið að þú setur upp í 1000 krónur á einingu að það vil enginn koma til þín. En hérna, það er þó verð á þessu, svona yfir heimsmarkaðs verð á þessu, þannig að það er hægt að fylgja því og það er það sem ég var líka að tala um á, þannig að þetta er svona að vera með fljótandi samninga þannig að báðir hagnist í raun og veru. Bæði sá sem borgar upp raunlega og sá sem að er með skóginn hjá sér. Og lögfræðingur sagði við okkur sem kom nú hérna inn áðan og hérna var að hjálpa þeim í tölvunni, hann sagði einmitt við okkur að sko þið skulu ekki binda ykkur of mikið þannig að þið getið hagnast á þessu sko og meðan að verðið er að rjúka upp að þá ekki binda ykkur of mikið. Þannig að það getur verið kostur fyrir þá sem á pening í dag, plantaðu bara sjálfur og komdu svo inn eftir 10 ár og segðu, hér er þetta, seldu. Þannig að það eru ótal leiðir sem eru færar fyrir hvern og einn eftir í svona hvað við vilja gera. En þetta er bara heilmikið mál að móta þetta allt saman og það er bara komandi verkefni að klára það og við þurfum að gera það. Við ætlum að, meiningin er að fara í sem ég glemdi áðan, meiningin er að núna starta tilraunaverkefnum núna strax í haust. Þá eingöngum ösp og til þess ætlum við að reyna að ná í félög sem eru tengd landbúnaðurum og vita hvort þau getur ekki fengið þau til þess að stíga inn í þetta með okkur án þess að þeir séu með einhverja kröfu að fá eitthvað mikið fyrir þetta. Þetta sé bara, við þurfum að fara á stað, prófa þetta, sjá hvað gerist. Það er það sem við þurfum að gera. Fyrirtækið ykkur er komið á stað sem er á svipuðum stað og við. Þeir eru að fara núna með vottuð verkefni á stað. Við þurfum bara að fara líka á stað. Hvort að við verðum í samstarfi við þá er ekki komið í ljós en þeir vil sækjast eftir því. En eitt sem kolefnisbrúin hefur þó fram yfir flest önnur fyrirtæki sem alltaf hasla sér völl í þessu eru bændurnir sjálfir sem í Bændasamtökum Íslands. Við erum með 3000 manns inn í Bændasamtökum Íslands. Það er heilmikil mál og
kolefnissprófun getur ekkert annað þeim öllum, það aldeilis útilokað, það vildi allir allt í einu detti í skógrækt, það bara ekki hægt. En við höfum þá allavega á bak við okkur. Ég má ekki tala svona. Rektum. Takk fyrir þessar útskýringar. Nú þarf ég reyndar að fara yfir á fundin. Ég þarf ná flugi. Ég hef ekki vængi, þannig að ég þarf gott í flugvél. Ég ætla að vita hvort að Dagbjartur gæti redda mér út á völl. En hér ekki neitt Skandinavík frá meðan hann í byrð. Ég vil bara að fá að þakka fyrir mig. Ég þakka fyrir komuna, Sighvatur og gangið vel. Þá held ég að er sáttið við þessa greinargerð. Ég með breytingartillögu. Þetta er breytingartillögu viðbútt? Já, hún bara eitthvað í þá veru að einfallega bara skrifa þetta einhvern veginn svona og helst ekki mikið meira. Nefna kannski að það er bara svona. Já, þessi stutta. Þetta hins á flókin, sko. Við getum ekki, neða, hún bara svona að reykja við söguna, hún er ekki nöðsileg. Ok. Þetta er aðeins svona stytta. Ég ætla að segja nóg í Sighvat. Þetta er stuttur laggótt. Vill einhver ræða þetta frekar? Ef svo ekki þá byrjar þessa greinargerð til atkvæði og til samþykktar. Það takk fyrir einhverju móti að hún samþykkt. Það var það vottur kolefnisbyggingar og Ásvík skógardeilda BÍ hætti hóta Natura 3. mars 2022 hvetur búgreinadeild skógarbænda til verki Bændasamtaka Íslands að beita sér fyrir gerð viðurkenns staðals sem unnið verði eftir við votti hérlends kolefnisbyggingar í skógi og verði hið opinbera viðmið. Kolefnismál í brennidefli og krafa heiðarlegt og rekjanlegt vottunarkerfi á Íslandi hávær. Einhver sem vill ræða þetta? Hún kemur frá hverju? Norðurlandi? Já, kemur frá Norðurlandi. Við stöndum bara þörf á því að það væri opinber stað. Það væri ekki bara einhverja reglur, kannski heimasíðu, með skógræktarinnar eitthvað. Þetta væri undir opinbera staða, þannig að það væri örugglega viðurkennt og allir væri að starfa eftir sömu reglum. Nauðsynlega. Þetta er mjög góð til að og þess sem eru samþykkir þessari tillögu. Hvað segir alltaf að segja eitthvað? Já, ég hefur hugsað það, ég bara veit ekki alveg hvað að segja. Já. Ég held hérna að þessi staðall er til og hann er viðurkenndur orðið að hérna og heitir ISO eitthvað, já. En það er plaggið sem skógræktin er með og heitir hvað heitir það? Skógarkolefni. Og hún er, sko, ég bara, það er búið að leggja alveg ótrúlega vinnu í hana. Þannig að ég ætla bara að biðja ykkur að forða okkur frá því að við förum að búa til aðra, sko. Ég er bara alveg... Grunum að það sé meira sem vakir. Það er, já, er það sem vakir fyrir þér? Nei. Þetta er bara, þetta sé örugglega til sem staðall líka, ekki bara sem skógarkolefni inn á heimasíðu. Nei, þetta er orðið viðurkenndur stað. Og ef það er komið, þá verður þetta bara niður eða þá er það bara afgreitt. Já, ég held að það sé þannig að það er orðið viðurkenndur stað sem á að fara. Já, er þetta ekki bara eitthvað sem þið skoðir? Já, það er alltaf lægi að samþykkja þetta, ef þetta er tilbúið þá bara er það tilbúið. Ég ætla ekki, má ég aðeins skrifa? Já. Ég ætla ekki að fara með einhver fyrirlestur þetta, en á þessari síðu þarna má rekja sig í hvernig í svona 200 flokka af einhvers konar stöðlum sem er rauninni basically hver og einn getur búið til, en það fyrir náttúrulega að vera ýmislegt svona, hvað maður segja, það maður setja ýmist kerfi í gang. Vandamálið er bara að finna einhvern til að votta það kerfi. Og skógarkolefni er rauninni, já, það kerfi sem að
bara copy-paste af British Carbon Unit eða hvað það var. Þú þekkir þetta örugglega hér vel, ég hef ekki betur, þannig að ég veit ekki, já. Já, ég held að skógarkolefni hafi einmitt bara verið þýðing á breskum reglum þetta. Okay. En ég held að það fá ekki gildi bara eitt og sér, sjálfkrafa. Ég held að þurfa að samþykkja sem staðar og tillagan hljóða bara upp á það. Ef að ferlið búið, þá er rauninni eftir tillögunum þegar komið í framkvæmd. Þannig að ég legg til að við samþykkjum tillögunum og þá kemur það bara ljós. Ok, Björn? Þannig að við veitum á fleiri skólabóka og fundum með öflugum bónda á Suðurlandi fyrir nokkuð dögum síðan og hann vildi sem fá vottun á skóginni hjá sér sem hann er að fara að planta en það kom algjör hreint að þessi vottun er alls ekki fyrir skógabendur en það. Það vantar svona opinbera stimpil á hann. Skógræktin getur notað hann greinilega en það er enginn til þess aðili tilbúin til þess að mæta til þess að bónda og votta að hann sé búinn að planta. Það vantar þarna opinbera stimpil á að þetta sé notað kerfi. Að megi til þess nota skógarkolefni? Nei, hann má ekki nota þessa vottun og það er náttúrulega enginn til þess að votta þetta. Skógræktin er ekki, hefur ekki vottunarleyfi, þetta er alþjóðlega vottunarleyfi. Og það hefur ekkert verið rætt hérna í dag og engin ástæðis að ræða en þetta verður auðvitað dýra við kolefnisbókhaldið, það hefur verið þessu vottun, alveg klárlega. Vegna þess að þetta verður örugglega alþjóðlegt fyrirtæki þótt að verið eitthvað íslenskt fólk sem vinnur það, sem verður með þessa vottun en ég tek undir þessa tillögu. Mér finnst vanta að klára þennan staðar til þess að skógarbændur sem er ekki til þessi ríkisstyrkti skógar getur bara að fara að planta og byrja og láta votta. Ég held að við... Nei, við skulum hafa þessa tillögu inni bara. Við skulum ég ber að auka þessa tillögu, þessi bara samþykki í tillögunni. Takk fyrir og ekki á móti til að vera samþykki. Og þá er það 9. tillaga. Ástík skógar delta BI haldi á Hótel Natura 3. mars 2022 skórar og skógarbændur og aðra sem stunda skógrækt að byrju þeir í hlaupi yfir 9. Ég hlaupi yfir 9. tillögu. Ástík skógar delta BI haldi á Hótel Natura 3. mars þegar fram á við kolefnisbrúna EOF að annars kolefnis öfur og úrvinnslumál í samráði við stjórn búgreinadeildar skógarbænda. Greinargerð í framhaldi af tillögu 7 og 8 kolefnisbrúnir. Þetta er frá Skóg-BÍ. Einhver sem vill ræða þetta? Björn, gjörðu svo vel. Já, ágættur fundur. Ég er svolítið spennt yfir þessi tillögu en ég ætla ekki að greiða atkvæði. Og ástæðan er svo að þetta er mörguleiti mjög viðkvæmt hvað okkur tókst illa til í borgarins í fyrra með samþykti fyrir LSE og það er lögfræðingur búin að lesa yfir svo samþyktu. Það er þannig í dag að skógarbændur á Íslandi eiga ekki kolefnisbrúna í dag nema þeir örfáu sem að borga árgjald til BÍ. Þess vegna getur auðvitað verið viðkvæmt að samþykkja þessa tillögu fyrir að vera búið að laga reglur landssamtakanna það sem kemur skýrt fram að allir sem eru skógarbændafélögum hringir í kringu landið eigi LSE og kolefnisbrúna. Þannig að ég ætla að sitja hjá við þessa tillögu. Já, fleiri sem vilja ræða þetta? Vil ég draga það út kannski eða eitthvað slíkt? Það vil ekki draga það út, nei. En einhver umræða? Þetta leggja til að hún verði beðin hennar? Ég legg til að þessari tillögu verði geymd eða frestað á eitthvað þátt. Ég er hræddur að við getum fengið svona, einhverja skógarbændur sem
komast að því að eiga ekki Golfsbrúna vegna reyndar mistaka? Staðreyndir í dag að eingöngu við sem eru hér inn í pluss 100 og eitthvað 30 manns eiga brúna. En þessi 1500 kennutölu sem eru í skógrækt á Íslandi í dag eiga ekki Golfsbrúna. Ég er með það í tölvunni hér, tölvupóst frá þessu lögfræðing sem að Hlynur leitaði til. Og það er bara staðreynd að urðu mistök. Ég var á því og flestir held ég ekki allir að hægt að tryggja það að LSE yrði í eigu áfram skógarbænda á Íslandi allra sem eru í skógarbændafélögum og þar leið Golfsbrúin. En þannig er það ekki, bara því miður fyrir að við búum að halda þennan aðalfund LSE og laga þetta sem þessi mistök. Ok, hver Lúðvík? Já, ég vildi bara árétta þetta, fyrst að þetta staður er þessi og það getur verið spurning hvort þessi ekki ástæða til þess að þessi félög, skógræktarfélögin, fari þá vinnu að fá skógarbændur sem eru skráðu skógarbændur, fáið þeirra samþykki fyrir því að þeir gefi upp sína stöðu sem eru hérna, ekki allir kannski, og hérna þannig að þeir séu þá, geta orðið eðlimir, þannig að þeir séu þá með í þessum hóp, en séu ekki fyrir utan hóp og missa þá að þessu. Það eru alls konar, skógræktarfélag og hinn og þessu, fólk vill ekki vera hér, en það fór í skógræktarfélög vilja vera óháð, þannig að ég held að við getum ekki þvinga fólk til að gefa eftir. Nei, þetta er bara tilraun, bara þannig að en þá spurning hvort það þurfa að gera skógarbændur hvern og einn upplýsan hvað er í húfi, hvað hann er að vissa af og hvað hann getur gagnast á þessu sem einstakling. Þetta er þá. Það er einfaldast að draga þetta bara tilbaka og við erum ekkert að þessu. Er eitthvað tillaga um það að það sko tillaga bara vísa þetta frá, eða frávísa tillaga? Hvað sem að gera með þá tillaga? Já, ég maður svo. Sko, hérna, já, það er alveg rétt. Við urðum mistök í Borgarnesi að þarna var setning sem að við nutum ekki það er alveg rétt. En þessa tillögu við bjuggum hana til, held ég við Hlynur aðalega, en peningarnir sem við erum með í höndunum núna, 14 milljónir, við vorum fyrst og fremst að setja þetta fram vegna þess að við viljum koma þeim í vinnu. Og það er alveg kristaltært í mínum huga að hvað sem við gerum þarna í þessum málum, afurð- og úrvinnslumálum, það kemur öllum til góða. Alveg pottþétt. Þannig að ég mun greiða atkvæði með þessari tillögu, alveg, ég stend með henni alveg 100% því að við erum að vísa peningnum yfir í Kolbeinsbrúna til þess að koma þessum peningum í vinnu, til þess að geta ráðið einstaklinga inn sem að þurfa, og af því að við erum með EHF-félag, við getum ráðið á sem verktaka til okkar. Ef við gerum það ekki, búgreinadeildin ræður þessa menn, þá erum við að tapa virðisaukaskattinum út úr þessu rekstri. Það var það sem ég var að reyna að fá fram með þessu og við Hlynur hugsaðum þetta þannig að við erum að reyna að koma þessum pening í vinnu og reyna að fá sem mest út úr honum. Ég hef ekki nokkrar áhyggjur af því, við klárum þessi fundur verður kláraður, hvort sem það ég verði í honum eða einhverjir aðrir, hann verður bara kláraður þessi fundur og þessi verður lagað, þetta verður lagað. Þannig að allir sem ganga í félögin heima fyrir, þeir eiga þessa Kolbeinsbrú. Og við erum nú flest hérna inni sem mun ráða þessu því að það er talað um að boða stjórnir félagana til þess að ganga frá þessum málum. Þannig að ég er ekki rosalega hræddur og við skulum bara segja, við getum þess vegna álöktuð að hér á eftir að þessi fundur verði bara haldinn innan þess tíma sem löggiltur eru að þarf að boða hann og klára þetta bara frá.
En þetta fyrst og næst hugsað til þess að koma peningunum í vinnu. Við getum startað þessari vinnu með skýrslugerðir eða með að halda áfram með úrvinnslumálin og afurðumálin. Við getum startað því strax í vor. Okkur liggur á. Já, takk fyrir. Ef það eru fleiri, ef ekki, þá ætla ég að bera þessa tillega upp. Björn, gjör svo. Ég vil bara áreita það að sko mér hugnast þessi leið mjög vel og sé fyrir mig að hugsalega eru við að fara sömu leið og kollegar okkar í Svíþjóð og Finnlandi, jafnvel í Danmörku, að búa til eitthvað fyrirtæki svona í kringum afurð og markaðsmálin. En ég er líka alveg samfærður að þessi breyting hjá LSE, hún verður á veruleika, en við skulum ekki gleyma því og ég er búinn að fá að komast að því að það voru sem þetta ekki við heldur starfsmaður bændasamtakanna sem að setja þetta inn á sínum tíma. Og við erum háð í dag, vorum það ekki fyrir árið síðan, við erum háð í dag yfirstjórn sem er stjórn bændasamtaka og hugsanlega búnaðarþings. Þannig að það er ég hefði það viljað sjá þarna þá í framhaldi af aðalfundi LSE, eitthvað svoleiðis. Setja eitthvað varnagl inn vegna þess að ég er svolítið vantrúar á að þetta gangi bara svona í gegn vegna þess að þetta er stór mál fyrir bændasamtökin að eiga þarna hugsanlega verðmætt fyrirtæki en það er ekkert síður verðmætt fyrir skógarbændur sem eru í skógarbændafélagunum hringir í kringum landið að eiga þetta fyrirtæki eins og bændasamtökin. Þannig að ég legg til að það verði settur varnagli þarna inn og varnagli gæti verið sem þetta þá taki gildi eftir aðalfund LSE 2022. Vil ég bæta því inn og breytingatillaga reyni tillögun. Já. Taki gildi eftir aðalfund LSE 2022. Verður aðalfundur eða verður þetta aukafundur eða hvernig? Bara svona til þess að komi fram að ég talaði við þann sem var með okkur í þessu þegar við vorum að sameinast, spurði hann út í þetta, út í Drottnisteina. Hún sagði það algjörlega skýrt að það var ekki gerð krafa það að LSE væri til áfram í þeirri mynd sem það var skýrt. Já, það væri til í þeirri mynd sem það var til og í skúffu og þeir félagar sem að gangi í félaginu svo var, þeir eru félagar þar. Bændasamtökin ekki að ásælast golfbrúna 100%. Það algjörlega skýrt. Þannig að en þetta allt í lagi fyrir mín að þetta má alveg vera unni, það ég ekki gera allir fyrir það. Má ég gera 2000? Má ég koma pínlítið að 2000? Nei, þú ert ekki fulltrúi. Ég er ekki fulltrúi þegar ég bara vildi ég verið hvort ég meina. Ég er bara búin að skrifa þetta. Ég er bara búin að skrifa þetta. Nei, ég er bara vanga velta því að nú er miðið það sem við erum að ræða, það var hálft ár í aðalfund og við erum síðustu daga og klukkustundir liggur við verið að bara harða sprettið að koma frá okkur í þessum málum varðandi kolefnisbrúna að fá bændur til að beykjanna þess aðferð og þá velti ég fyrir mér mun þetta ekki bara tegja bara aðeins lengur, senka aðgerðum aðeins lengur. Ég velti þessu bara fyrir mér. Auðvitað eigum við að fá utan að koma til fjármagn, ekki eftirlega héðan frá, en þetta er alltaf innspilling. Bara komast inn í umræðuna. Þetta bara aukafundur allir sefara, með þeirri vara. Bara þetta mál. Bara svona. Já, bara þetta mál. Ég meina, þeir getur skrifa þetta morgun og halda aðalfund eftir
Ekki segja það bara. Það er bara löggiltur hérna í samþykktónum. Ég held að þetta 10 daga. Já, boðunartími. Það er að boða bara. Auka aðferð. Það er ekki bara til þess að koma svo ekki upp eins og segir þeir 100% að þeir eru ekki ásælast þeir. Svo allt í einn daginn uppkvæmdar einhverja. Við veitum hvernig það er. Að vera búin að þessu fyrir búin að þing svo að koma inn í stjórn. Viljið breyta þá orðalaginu og breyta því í aukafund LSE? Nei, við frestum aðalfundinum vegna þess að við auglýstum hann. Já, það er rétt, já. Þannig að aðalfundinum verður bara haldið seinna út af því að við glemtum að auglýsa nú. Já, Þetta boða aðalfundin bara á morgun og það er að boða aðalfundin bara eftir helgi og það verður þá fram með innan. Ég man ekki hvað þetta er, hvort er þetta 10 eða 20 dagar, ég man það ekki. Ég held að það sé 10. Já. Ég held að það sé 10. Hver starfsmanninu það? Hver það? Aðja. Þá ber ég þess að breytingatölu upp. Tillaga tekur gildi eftir aðalfund LSE 2022. Þessu er samþykkið. Breytingartillaga er samþykkt. Og ber þá alla tillagar upp þessari breytingu. Þeir sem eru samþykkir, gefur merki. Það var að heilda tillaga, neða breytingartillagun. Það voru samþykkt. Enginn á móti. Og þá var það, hvað er við komin átt? 10. Tillagan tekur gildi eftir aðalfund LSE. Það er ekkert að koma fram á því hvað kemur fram á aðalfund LSE. Bara að láta það duga svona. Það er búið að samþykkja? Árið er þarna. Það var að geyma þessa tillögu að sína bændasamtökunum að þá betur eftir aðalfund. Jákvæði hvatning BÍ Ásþing skógardelda BÍ haldið á Hótel Natúr 3. mars skorar á skógarbændur og aðra sem stunda skógrækt að gerast félagar í búgræðardeild skógarbænda BÍ. Það er eitthvað að lesa greinargerðina það. Er ekki allir sammála þessu eru samþykkir. Takk, Enginn á móti. Til að samþykkt félagsaðildar BÍ Ásþing skógardelda BÍ haldið á Hótel Natúr 3. mars skorar á bændasamtökin að beita sig fyrir því að inngönguferli í BÍ verði einfalda til muna. Það er við vestlendingar sem sendum þetta. Þá svo margir sem ekki náðu að komast inn. Þess eru samþykkir til að það er samþykkt. Og er eitthvað fleira? Þetta er ekki að búið. Já, 5. tillagan er eftir, en býtum við, það eru margar eftir. Þetta er rétt halnað. Við erum messa af hérna partíur á það frammi. Það byrjar. Það er vist byrjað. Við komum inn í móttökuna því að hún er byrjuð. Það var búið hérna. Búin að funda. Eða þetta næst. Já, ok. Það er ekki 10 þetta aðan. Það var 11 aðan, þetta er 12. Ásþing skógardelda BÍ haldið á Hótel Natúr 3. mars vísar því til búnaðarþings að hvetja bændur til að koma skjólbelti á búverðar sínum. Þetta er, ég sé ekki hvernig þetta er það, austurlandi. Austur, já. Þess sem eru samþykkir til að við samþykk, Enginn á móti. Og svo er það búverðarsamningar. Ásþing skógardelda BÍ haldið á Hótel Natúr 3. mars leggur til að búnaðarþing að sérstök áhersla verði lögð á skógrækt, skjólbeltagerð, landgræðslu og komandi búgreinasamningum, búvörusamningum. Og það eru norðlendingar sem setja þetta. Vil ég lesa greinargerðina? Einhvern veginn, það er málið. Ég mætti bara að segja örfá orðum þetta sem kemur frá okkur. Þetta er svona kannski ángi af þessum veiði sem Björn var að tala hérna á. Það er að það hefur svo rofnað tengingin frá skógarbændum yfir til stjórnvalda og nú þarf þetta að fara þetta í gegnum bændasamtökin og þetta er svona til að reyna að komast með ábyrgð yfir á þá sem eru forsvarsmenn bænda til þess að berjast fyrir skógarbændum sem og öðrum bændum. Þannig er þetta að hugsa. Og þeir sem eru samþykkir til að vera, og Enginn á móti til að vera samþykkt.
skógaplöntuframleiðsla er næst. Já. Og var þetta marga tillögur. Ársþing skógardeildar BÍ haldi á Hótel NATO 3. mars, búgreina þingið samþykkir að skora á stjórn búgreinadeildar skógarbænda að vinna eflingu á plöntuframleiðslu í landinu til að koma í veg fyrir að skarð myndist vegna skorts á skógarplöntum í nánustu framtíð. En það bæði horft til samninga ræktun nytjaskóga og kolefnisbindingar með skógrækt. Ljós má vera að mikil aukning verður plöntuð skógaplanta næstu misserinn til þess að hægt verður að planta eins og samninga segir til þarf að tryggja nægilegt framboð planta fjölbreytni sé tryggð. Einhver sem vil ræða þetta? Er það ekki skógræktin sem á að þetta er þetta? Við höfum ákveðnar ábyrgðir. Og það er Austurland sem að setja þessa. Ég skal aðeins auðvitað á. Fundarstjóri, kæru félagar, ég heiti Maríanna. Skógræktin hefur ekki einu sinni hugsað að hafa tilbúið lerki. Það er 10 ár sem að vita að lerkifræ eru búin. Við þurfum að grípa þarna inn í, held ég. Við þurfum að fara að hugsa fyrir því, fyrst að þeir hafa ekki gert það. Ætlum við að tryggja að vera til nóg af skógaplöntum í framtíðinni eða erum við bara til í að slaka hans á og samningarnir verða bara ekkert uppfylltir eins og búið er að skrifa undir. Þeir hafa ekki verið uppfylltir og það er ekkert sem bendir til þess að það sé að lagast. Og þessi samráðsfundum hjá skógræktinni, þetta er ekki samráð, þetta er tilkynningar frá þeim til okkar. Já, takk fyrir þetta. Meiri, þessu var... Já, ég held að það væri bara ekki í borðið. Það er hérna, búið að samþykkja tillögur á þessu ég vissi. Og enginn á móti. Þá er það bara framkvæmdaleyfi. Ársþing skógardeildar BÍ haldi á Hótel NATO 3. mars beiðni því til búgreinadeildar skógarbænda BÍ að unnið verði að einföldu afgreiðslu umsókna framkvæmdaleyfi í skógrækt og að ferli verði samrætt hjá sveitarfélögunum. Skipulagsmál varðandi skógrækt er mismunandi í sveitarfélögum. Víða hefur ferlið framkvæmdaleyfi verið sellegt og flókið. Það har leitt til þess að framkvæmdaleyfum er hafnað eða landeigendur geta ekki orðið við þeim kröfur sem ætlast er til. Þetta er algjörlega óboðlegt og sama tíma og auknar kröfur til umhverfisvænni landbúnaðar og kolefnisbindingu. Það er bændur vilja mæta kröfunum og horfa á auknum mæli til skógræktar til að kolefnisjafna búskapinn. Það er því ósættanlegt umsóknir festast í skipulagsferli sveitarfélaga sem vinni þannig gegn í ákveðnu þróun í landbúnað sem skógrækt er og þetta er held ég frá Vesturlandi. Eitthvað sem vill taka til máls? Ef svo er ekki. Ekki endilega, en bara að það eru bara svo margir lendi. Sáum fyrir okkur að reyna að nýta þunga bændasamtökana með okkur í það. Að þekkja allir þetta flókna ferli og hafnanir og eitt og annað. Hvernig það verður unnið að því, en það er hérna því sem er samþykkir þessa tillögu. Tillagan er samþykkt, ykkur á móti og er það síðasta, einn eftir held ég, það ekki. Endurmenntun, Ársþing skógardeildar BÍ haldi Hótel NATO 3. mars, beiðni því til skógardeildar BÍ að setja fjármagn í námskeiðahald endurmenntun fyrir skógarbændur. Þar er hvað bíðast að halda námskeið umhverfi og grunnnámskeiði byrjandur í skógrækt. Einnig má nefna námskeið á borð við Grettisskóga. Undirstaða góðs árangurs byggir á þekkingu á það jafnt við skógrækt sem annar Grettisskógar hjá NBHÍ og heldur námskeið oft yfirlega meðal skógarbænda fyrir ekki svo mörgum árum boðið hefur á að frambóða námskeiðum til endurmenntunar sem nýmenntunar hefur minnkað. Einhver sem vill taka til máls þessa tillögu? Ef svo er ekki þá... Má maður leyfa sér það? Já, gerð svo.
Fundarstjóri, ég byrst afsökunar hversu oft ég hef komið upp þennan dag en sko þarna finnst mér að skógabændafélögin þurfa að standa sig vel. Það svolítið krísa í gangi varðandi endurmenntun innan skógræktar á Íslandi. Krísan svo að það búið ákveða að taka Garðyrkjuskólann undan Landbúnaðarháskólanum og setja undir Fjölbrautaskóla Suðurlands. Fjölbrautaskóla Suðurlands að vinna að því núna og leggur til að einverðingur 16 ára nemendur komi núna inn í garðyrkjunám hér eftir. Og allir kennarar við Garðyrkjuskólann, þeir fá ekki kennsluréttindi næsta haust vegna þess nema að fara í 2 ára nám. Það var eins ástæður, ég held sér, 2 ára nám núna. Þannig að endurmenntun fyrir skógabændur svolítið í uppnámi, en það svona það fólk sem að skipaði sér í svona deild til þess að reyna að finna farveg fyrir þessi mál og Gunnar formaður bændasamtakana og sá sem stendur hér á nokkrum öðrum stofnuðu félagi fyrra heitir Garðyrkjuskóli Íslands með kennitölu alles til þess að þrýsta á stjórnvöld að gera eitthvað í því að byggja upp nýjan skóla sem hefur meðal annars endurmenntun í skógrækt á sinni könnu. Endurmenntun í skógrækt eins og staðin núna, hún lítur bara ekki vel út. En ég held að skógarbændafélögin eigi að ríða þetta svolítið á vaðið og fara af stað með endurmenntun þess vegna í samstarfi við skógræktina sem fagfólk en mér finnst þetta að vera svolítið hlutverk skógarbændafélögin til þess að hafi líka eitthvað hlutverk að standa að þessari endurmenntun og ég sé ekki alveg fyrir mér enda að komi rautt spjald að deildin fara að setja fjármagn í námskeiðahald og endurmenntun. Ég sé ekki alveg fyrir mig að þetta sé rétta leiðin. En það verður fundur núna 19. í Garðyrkjuskólanum þar sem búið að boða ráðherra menntamála, forseti Íslands og fleirum að koma og þar sem að reyna að taka á þessu máli og koma góður í frétt í loftið að það verður að taka á þessu máli núna strax þar sem að hafa að fara á stað nýtt nám í haust þar sem endurmenntun raunverulega bara algjörlega ítt til hliðar og hér eftir á sem þetta mennta garðyrkjufólk sem 16 ára og þá eldra en ekki fyrir okkur sem yfir 20. Ég í þeim hóp. Já, fleiri sem vilja tjá sig. Eitthvað breytingartillaga Halldór? Góðu félagar, ég ætla alls ekki að gera lítúra sem Björn sagði, en er ég eitthvað misskilið þessa tillögu? Sko, hann talar garðyrkjuskóla og nám í garðyrkjufræði, en þarna verið að tala námskeiðahald og endurmenntun fyrir skógarbændur, sem að ég held að séu gömlu mennir eins og við Björn. Það myndist góður. Við getum þetta. Já, þetta rauninni kannski spurningin með þetta fjármagn, hvort að það eigi að vilja eitthvað breyta því þannig að þetta væri þá hvatning til þess að deildin vinna eflingu, þá kannski beða þrýsta á skógarbændafélögin. Brynja var búin að biðja orðið. Gengur náttúrulega ekki held ég upp svona með fjármagn, en erum við ekki að tala kannski að skógardeildin í finni farveg fyrir námskeiðahald og endurmenntun. Nákvæmlega. Þetta var einmitt orðið sem vantaði. Erum við ekki sammála það? Fyrir farveg til að koma á námskeiðahaldi eða efla. Það ekkert að gera þetta í skógardeildinni.
alveg, sko. Þetta er fljóðin efla, það eru námsjænslega, grísunum námsjænslega. Hvað segir þetta? Þá er það bara að byrja, þá bara þessar samþykkir til þeirra, gefur merki til að það er eigin á móti til að það er samþykkt. Og þá er þetta búið, eða það er bara til að vera einu eftir. Já, ekki 5 eftir. Hvað var hún? Hvað er meira? Það var það til að nummer 5. Það er þessi hérna meira. Var einhver komið, Björn, varst þú búinn að skoða þetta eitthvað? Það hefur engan tilgang. Það hefur engan tilgang. Gott fundafólk. Er þetta ekki bara fínt að samþykkja félagsstjórn að vinna enn frekar í málefni umhverfis skógarbænda og bara út með þetta? Ég meina, svo finnum bara stjórnin einhverja leið til þess að tala við skógræktina eða vinna nýtt fjármagn eða eitthvað. Það er einfalt að það aftur yfir það, það er rosa mikið. Það er rosa mikið greiningi. Þetta ekki, já, gjör svo. Það er eitt sem að mér finnst þarf að koma fram þarna, að það er ekkert sem tryggir það að gömlu skógarnir okkar, þeir getum selt úr þeim kolefni. Það er ekkert, við höfum ekkert í hendi með það, en ef að það er almennilega hugsað um þessa skóga, þá verður viðurumniklu verðmætir í þeim heldur en hann verður ef að bara hugsa um kolefnisbindingu og bara selja úr þeim og ekki að hugsa um viðarformulegsluna sem við ætlum að tryggja þjóðinni eða ekki. Þannig að það er það sem við þurfum að koma inn, en það að ætla að sækja pening til skógræktarinn, það hefur engan tilgang. Ekki nokkurn. Á mínu viti. Já, það má kannski segja það að leita til skógræktarinn er það að fá auki fjármagn til dæmis umhverfi. Þá segja þær bara, þá höfum við ekki pening til að planta út. Við erum búin að heyra svo svörlega á. Eða færa á milli. Jæja. En ég hef ekki að bara... Það má ekki standa, en það má ekki bara standa eins og vel. Það skal vera ekkert sérstaklega sko. Það er stendur hvernig sem er að leita fjármagn til skógræktar, það er ekkert sem þetta ekki annars það. Ég meina, 2 landshlutar lögðu á eitt þessi tillögu við samþykkt. Já, en þetta er 3. tillaga. En allt í lagi. En hérna, og ég þá bara leggja það óbreytta, viljið það ekkert breyta því? Þá leggja til að ég leggar upp óbreytta eins og var upphafi og þess sem er að samþykja gefið verki. Takk fyrir og einhverja volti til að það er samþykja. Nú heldur ég að búið með allar þessar tillögur, loksins. Það er eitthvað meira eftir. Er það hérna stjórnarkjör næst, eða hvað? Já, við erum ekki búin með þetta. Það er ekki að hugsa um Starfsáætlun er næsta ár. Nei, ég er ekki. Það er klukka 16. Hver er það samt? Rúnar eru eftir því það er. Hvað er það? Áætlun til næsta árs? Já. Ég er búin að fara yfir það. Það er ekki bara, það er ekki búið þetta. Ég fór yfir að ná það. Já, í blæðunni. Já, í setningunni, þá fór ég bara yfir það sem er næst. Þá eru það á tíma. Já. Hvað er það? Það var hérna í upphafi fundar, þá var skipuð uppstillingarnefnd og stjórn gerði það og í henni er Guðmundur Rúnar, Sigurlína og Agnes, er ekki rétt? Og formaðurinn gerir svo vel. Formaður hendur þetta. Fundarstjóri og getu félagar, það er kosning formanns. Byrjum á kosningu formanns. Já, og nefndi gerir tillögu Jóhann Gísla Jóhannsson. Við erum fleiri tillögur en formann.
Ef svo er ekki, þá bara klippum við fyrir honum. Þarf við ekki að tilnefna varamannin á Austurlandi? Jú, það er líka komið. Já. Varamaður Austurlands er tilnefnd Maríanna Jóhannsdóttir. Já, þá fer ég í Vestfirði. Þar er aðalmaður Sighvatur Þórarinsson og varamaður hans er Dagbjartur Bjarnason. Norðurland, aðalmaður Sigrún Hrönn Þorsteinsdóttir, varamaður Laufey Leifsdóttir. Suðurland, Hrönn Guðmundsdóttir og Björn Jónsson, varamaður. Það var bara Vesturland, það er Guðmundur Sigurðsson, aðalmaður og Bergþóra Jónsdóttir, varamaður. Þá er starfinn lokið. Þarf ekki að kjósa endurskoðendur og eitthvað svoleiðis, eða ekki reikningshald. Jú, fulltrúa búnaðarþing, hvernig er það? Það var það er tillaga það að búnaðarþingsfulltrúa og já, gerðu svo. Nefndin hefur skipt með sér verkum en sko sitjandi varaformaður er Sigrún Þorsteinsdóttir. Ég ger ráð fyrir að hún er ennþá þar. Hvernig sem þið menn raða því? Já, við gerum tillögu að því að formaður og varaformaður sitji eða breytt búnaðarþingsfulltrúa. Að formaður sé fulltrúa búnaðarþingi og varaformaður varamaður hans. Nokkra aðra tillögur. Ef svo er ekki þá bara sleppum fyrir. Og þá er það bara áætluð dagskrárlok. Það er einhver, hann við veifað þessu kortum hérna. Ég átti að mynda á það að þegar við göngum af fundi og þá átti verið einhver móttaka eða einhver veisla þarna frammi, þá skilum við þessu þess að við fengum það, þessum kortum. Það er að nota þetta búnaðarþinginu. En er nokkur annar mál eða eitthvað svoleiðis, eða við bara formaður slíta fundi? Ég ætla bara, þá ætla ég bara svo slíti fundi, þá bara þakka ég fyrir hvað þið voru sæg og góð. Takk fyrir. Já. Heyrðu, já, ég þakka nú bara fyrir, skulu klappa fyrir mér einu sinni enn, sko. Það fer nú að ljúka. En, sko, það eru hér að fara úr stjórninni 3 aðilar og nú langar mig að biðja þau að koma hérna til mín. Björn og Rúnar, Naomi er náttúrulega ekki hér. Þannig að fyrrverandi framkvæmdastjóri líka fara, hann er farinn, hann er kominn í annað starf. Þannig að ég ætla að biðja hann að afhenda ykkur hérna smá svona þakklætisvott fyrir ykkar starf. Ha? Er ekki svona klift á okkur? Það er mikilvægt að þau heima sjá þetta. Já. Á ég að afhenda þetta? Já, þú afhenda þetta. Þú voru að tala, þú voru mikrofónu. Ha? Ég rétt fyrir þeim. Herðu, þetta er hérna gjafabréf upp á 10.000 krónur frá gróðrastöðinni Mörk og Með mér Mörkur sem hinum einn sann. já, og hvað er þetta? Blágreni splanta líka.
Þau eru að varðveita þessar plöntur mjög vel og hérna passa þær vaxi, beindi kolefni. Þetta er fyrsti hérna möguleikin í kolefnisbrúnni. Búið að skráðu og vottaðu og... Já, herðu, en hérna, að því eru nú nám ég á eftir að fá eina. Það er sveppbrot. Já, mjög brot. Að því að plönturnar eru nú 4, þá langar mig að afhenda hérna fyrirverandi framkvæmdastjóra. Nei. Þú er námi ekki á fyrirnámi? Nei. Ég er að hlustað á mig. Nei, hann er aldrei gert það. Þannig að hann fær 1 gjafabréf og 1 plöntu fyrir gott starf. Því að hann hætti sem framkvæmdastjóri LSE og var ráðinn hjá bændasamtökunum 1. september í haust. Þannig að hann lauk þar með starfi fyrir LSE en er áfram með að vinna fyrir skógardeildina. Hann virðist þér að frétta þetta núna. Já, hann er óbúslega hissa sem ég er. En... Má ég íta öðru til? Já, mútt alveg íta. Bara hinga. Já, ok. Hérna, góði félagar, ég þakka fyrir þetta og þakka fyrir gjafabréfið. Það verið gaman að heimsækja mömmu í Mörk. Við sátum saman í hádeginu og borðuðum. En ég vil bara þakka fyrir mig úr stjórn LSE. Það var svona svolítið óvænt að ég færi inn í stjórnina. Vorum að leysa smá mál á Suðurlandi hérna fyrir 2 árum síðan. Og góður hópur sem tók að sér að svona stíga ákveðið skref og endurnýja stjórnina skógarbænda á Suðurlandi algjörlega, bæði varamenn og aðamenn, en það var samþykkt þá að við myndum reyna svolítið deila verkefnum. Þannig ég er mjög sáttur við það að Hrönsi er komin hér í stjórnina og óska henni velfarnaðar, en hún veit af mér og hún veit af Agnesi og öllum þeim sem að standa svona núna í framleiðinni á Suðurlandi og síðan erum við að fá nýja skógarbændur sem að eiga eftir að vera sýnilegir í framtíðinni, en takk kærlega fyrir mig. Já, en svona þá í lokin þá langar við nú að bjóða þau velkomin sem komin inn í stjórnina, bara velkomin og hlakka til að vinna með ykkur. Það verður ekki vandamál frekar en með hinum sem voru, vonandi ég. Þannig að, hvað sér þið? Við sláumstum ekkert. Nei, við höfum gert það áður. Nú vorum að fara að endurnýta fólk sko, sem að var með áður. En bara þakka ykkur öllum fyrir komuna og á þennan fund. Og það var mikið og gaman að fá að sjá ykkur öll hér því að ég var svolítið hræddur um það að hérna okkur myndi ekki heppnast að fá svona marga á þennan fund vegna þess að það er ekkert spennandi að koma frítt lengst utan á landi. Það kostar til dæmis 50.000 krónur fyrir okkur að fljúga pluss dagarnir sem við eyðum í þetta en bændasamtökin ætlar nú held ég að greiða það. Þannig að ok, það er bara gott. En bara þakka ykkur fyrir komuna og vonaði eigi góða heimferð og heimkomin. Takk fyrir mig.
Mér langar til að byrja að setja á save. Já, heyrðu, við skulum bara vera viss dýli. Nei. Ég þarf að tala við því, ég finnst það skemmt að síða það. Ég þarf að líka aftur í þetta. Svo hægist þú skuldar mér eða þá? Já, ég er búin að sjá það. Ég ætlaði að gera því. Já, ég geti morgun.